Já, komið í sæl og blessuð og velkomin að Rauða borðinu mánudaginn 27. ágúst. Stúd fullur þáttur af fjölbreyttu efni framundan. 5 viðtöl, 5 kaflar. Undir lok þáttarins kemur Maggastína. Við ætlum að ræða Gaza, en við ætlum líka að ræða málefni barns hér á Íslandi, sem að í rauninni hefur verið pyntað með aðgerðaleysi síðustu vikur og stendur til að senda það jafnvel út í opinn dauðan. Dulítið drungaleg umræða, en ef gott fólk aðhefst ekki, vex hinu illa stundum ás megin. Nú, við spilum líka viðtal sem tekið var í gær fíkniefni. Örn Katrínarsson hefur skrifað endurminningar sínar og nefnir þær Ég ætla að djamma þar til ég drefst. Hann rekur ferð sína til helvítis dópheimsins og leiðina tilbaka. Við ætlum líka að halda áfram umfjöllun okkar skólamál sem að spratt upp úr umræðu líðan barna og ungmenna. Gær vorum við með viðtal við menntamálaráðherra þjóðarinnar og í dag ræðum við Kristján Kristjánsson og ECD sérfræðing og prófessor við háskóla í Birmingham. Hann mun meðal annars víkja að því að íslensk börn skorti samhygð í samanburði við önnur börn og þau skorti líka forvitni, löngunina til að vera forvitin eða eiginleikan til forvitni. Það finnst honum jafnvel skipta meira máli og varða meiru að breyta heldur en hvort börnin okkar eru lesa texta reiprennandi í bók. Nú, Magnús Helgason, sagnfræðingur, hann kemur hér og fer yfir stöðuna í forsetakosningunum í Bandaríkjunum. Hann mætti segja að sú staða væri æsispennandi. En við ætlum að byrja þáttinn á, við getum sagt, máli málana, dökku tíðindum, síðustu sólarhringa, banaslýsinu, í ísnum í ferðaþjónustunni í gær. Þetta mál hvílir í rauninni eins og mara á herðum þjóðarinnar, þar sem erlendir gestir okkar hafa látist. Áður en við víkjum þangað með viðtali við Þorstein Sæmundsson, ísaldar jarðfræðing, langar mig að biðja ykkur að hafa það í huga að við hér á samstöðinni, þótt við rukkum ekki fyrir aðgang að okkar þjónustu, þá lífæð okkar, ykkar samskot, ykkar stuðningur við okkur og við erum með vefsíðu samstöðin.is, þar hnappur áskrift og þar geta þeir sem eru aflögufærir styrt okkur með mánaðarlegu framlagi hóflegu. Þessi framlög geta skipt sköpum það hvort við höldum velli sem stöð. Það mikið þakklæti. Við upplifum það. Maður fer í sund og fólk hnippir í mann og þakka manni fyrir þjónustuna. Það mikill áhuga á því að stöðin starfi áfram, þrífist áfram, en rekstrakostnaðurinn fyrir hendi og við lifum ekki á loftinu. Við erum út allt, við erum í umræðinni, við erum í útvarpinu 89,1, við erum á Rás 5 á Símanum, við erum sjónvarpsstöð. Mjög margir frenda okkur á Facebook og fylgjast með útsendingum okkar í rauntíma í beinni þar. Og þannig mætti áfram lengi telja. Við erum á hlaðvarpsveitum og eins og ég segi, við erum mjög þakklátt fyrir ykkar stuðning og vonandi heldur hann áfram. En það styttist í fyrsta kafla okkar í kvöld, viðtal við Þorstein Sæmundsson, ísaldar jarðfræðing, meðal annars skuggalega atburði. Farið ekki langt. Gerist áskrifundur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin
www.samstöðin.is. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Þarftu að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Já, það sem ber hæst í umræðunni í kvöld er náttúrulega þetta skelfilega slys þar sem íshellir fellur saman. Nokkrum dögum áður fengum við fréttir frá Siglufirði þar sem heiftarleg úrkoma leiddi til þess að dæla var vatni upp úr kjöllurum. Mér skilst að Siglufjarðarvegur almenningar núna sé nánast bara á hreyfingu eins og búðingur. Skriður féll á Húsavík sem að staður þar sem skriður eiga í rauninni ekki að falla á. Við þekkjum sögu Seyðisfjarðar í seinni tíð. Ég veit ekki hvort þetta tengist að einhverju leyti, þetta slys í íshellinum, öðru því sem að ég hef nefnt, en við hefum fengið hér góðan gest, Þorstein Sæmundsson, ísaldarjarðfræðing, til að svara svona ýmsum spurningum sem vakna það hvort umhverfisbreytingar, hnattræn hlýnun, er að breyta þeim heimi sem við höfum þekkt. Vertu velkomin til okkar. Takk að það fyrir. Sýnist þér sem að það megi álykta eitthvað umhverfislega þennan hræðilega atburð þarna í íshellinum? Sko, það er náttúrulega, þetta hræðilegt slys og hvort það var óvarlega farið eða ekki, skal ég ekki dæma en jöklar, skriðjöklar landsins eru varhugaverðir og kannski sér í lagi yfir sumarmánuðina þegar lofthiti er sem sagt hár eða sem sagt yfir frostmarki, að þá geta sem sagt, og skriðjöklar eðli mál samkvæmt, þeir skriða fram, þeir eru á hreyfingu og þá stað mikil leysing á yfirborði skriðjökla á ári hverju. Við vorum til dæmis með mælingar við Mosárjökul áraraðir og þar nemur yfirborðsbránun á yfirborði jökulsins 14 metrum ári. Þannig að þessar breytingar sem eru eiga sér stað á jökli á hverju ári eru ofboðslega miklar og ís, hann getur hrunið eins og virðist hafa gerst í gær. Þetta nú eins og ég skil fréttirnar, þá er þetta ekki inn í íshelli. Nei, þetta er svona, einhver göng sem þau voru þarna í eða eitthvað gil. Akkurat. Og þetta eru bara atburðir sem geta gerst og það er nú svona talað það að íshellarskoðun, hún eigi að fara fram yfir kaldari mánuði ársins, sem frá október fram í mars, en ekki yfir sumartíman. Fólk er náttúrulega í ferðum ofan á jöklum og það er náttúrulega á að varast allt svona sem að getur hrunið og þetta náttúrulega gerir maður ráð fyrir því að þessi þjálfuðu leiðsögumenn sem þetta eigi að vita. En slys geta alltaf átt sér stað. En það er mjög gott að hafa það bara í bakhjarlum að virkur skriðjökull eða skriðjökull eins og við köllum hann er alltaf á hreyfingu fram á við, þó svo hann sé að hopa eða skriða fram. Það er sendi jaðarinn. Jökullin er alltaf á hreyfingu, þetta er mjög virt umhverfi og þarf að fara með sérstrækri gát, sér í lagi, eins og ég sagði, yfir hlýrri mánuði ársins. Og þegar staðan er svo að hitastig hefur hækkað hér rétt 1,5 gráðu, þá segir það sér sjálft að það kallar á sérstakt endurmat í umgengni okkar við auðlind eins og jökla í ferðaþjónustu. Jú, jöklar í ferðaþjónustu eru náttúrulega alltaf varhugaverðir, hvort sem það er sem sagt, þeir jöklar sér almennt og hopi eða ekki. Við erum náttúrulega búin að sjá það alveg frá 1890 eða frá endum því sem við köllum litlu ísöldin,
að þá hafa jöklar verið að hopa mismikið og gengur reynda fram milli 1970 og 1995 og þetta endurspeglar bara veðurfarið en jöklarnir eru alltaf jafn varhugaverðir og íshellar myndast í jöklum hvort sem að þeir eru í framrás eða hörfun og þegar sagt, yfir hlýrri mánuði ársins að þá þetta bara stór varasamt umhverfi. Já. Viðbúið að þetta slys muni leiða til þess að íslenska ferðaþjónustan verða einhverju leyti endur skoðu þar að segja þessi kimi hennar? Já, nú ræði ég engum það, en ég vona það sannarlega að það verði gerði eitthvað kvangurskur í því að tryggja öryggi ferðamanna, að því að ef þú ferði í svona skipulega ferð eitthvað staðar, þú gengur út frá því að öryggið þitt sé í lagi. En slys geta átt sér stað og það er alveg ljóst, en þú vilt koma heil heim. Já. Og það sama með alla þessar ferðamenn sem eru heimsækja okkar fara á land. En við þurfum alltaf að hafa í huga með ferðaþjónustu í Íslandi og bara með umgengni okkar við náttúruna að hún getur verið jafn hættuleg eins og hún stórbrotin og falleg. Og þetta bara, ekki bara við jökla heldur bara almennt séð. Já. Að náttúrun í Íslandi, hún getur verið óblíð. Já, og svo geta líka bara orðið náttúruhamfarir, getum við sagt upp úr engu vegna þess að ísaldarjökull hefur bráðnað vegna hnattrænnar hlýnunar. Ég minnist þess að fyrir 3-4 árum að þá varst þú kallaður til að greina atvik í Noregi þar sem að skriða rann þar fram og drap hún ekki 10 eða 12 manns. Jú, það sem sagt, þetta verið Gjerdrum í Noregi. Já. Sem betur fer að þá erum við allavega höfum ekki fundið jarðlög sem að haga sér á þennan hátt eins og hérna það gerist enn í Gjerdrum. Þetta kallaður kvikleir og þetta í raun og veru leifar eftir bránun ísaldarjökulsins í lok síðasta kuldaskeiðs og byrjun nútíma og þá sem sagt settist fín kornátturmassi, svona leir og fínt silt fyrir á sjávarbotni og saltið í sjónum það myndaði kristalbyggingu við leirin sem mjög óvanlegt og geta gerist bara í sjó og þetta mjög fín kornáttuefni en þegar síðan sjávarborðið breytist sem þetta fargi ísaldarjöklana leysir, það hækkar í sjónum, síðan rís landið upp til að ná flotjafnvægi. Þá fara þessi setlög og lyftast upp fyrir sjávarborð. Og eins og ég sagði, þetta fínkort og efni og vatn á mjög erfitt með að fara í gegnum. En það gerir það með tímanum. Grunnvatn seitlar í gegnum, það leysir upp saltið og eftir verður óstöðug kristalbygging. Og þetta svona frekar sólid efni eða fast efni nema að eitthvað svona íti við því hvort sem það undangröftur við framkvæmdir eða undangröftur ár eða sjávarrof í jarðskjálfti að þá breytist þetta tiltölulega stöðuefni yfir í svona eins og þykka smurolíu og svo bara flæða heilu sveitirnar heilu dalbotnandi geta flæktast og það hefur gerst eins og í Þrandálögum og víðar að þetta allt öðruvísi umhverfi. Við erum náttúrulega með eldfjalla sem sagt berggrunn hérna og eldfjalla ösku í hérna öllu því sem að jökullin hefur mulið niður og hvort að það sé ástæðan fyrir því að við erum ekki með þessi fín kornóttu setlu sem hafa sér þennan hátt að því við erum vissulega með sjávarsöllu sem að settust til á sjávarbotni og hafa leyst upp fyrir núverandi sjávarmál. En við höfum ekki, eins og ég segi, við höfum ekki séð þessi einkenni í okkar landi. En menn út allan heim að hegða sínu skipulagi með öðrum hætti en þeir hefðu gert ef þeir byggja ekki yfir upplýsingum núna allskyns umhverfisbreytingar sem að verða af því ég nefndi þarna í inngangi það sem gerðist helgina annars vegar þetta gríðarlega vatnsveður á Siglufirði og svo skriður sem féll á Húsavík að vissulega eru svo sem
flóðin og Siglufirði, þau eru ekki einstæmi, en það mátti heyra á þeim húsíkingum sem að ég hef heyrt í að þar hafi komið þeim á óvart þær skriður sem féllu þar, og þú manst hvernig þeir ræddu Seyðfirðingarnir við okkur, fjölmiðlamenn og almenning fyrir nokkrum árum þegar þær hamfarir urðu allar. Er þessi heimur okkar að meira og minna leyti á hverfanda hveli og þurfum við að endurhugsa okkar mannvirkjagerð bara frá rótum á þessum stöðum þar sem eru brattar hlíðar Ég held að við þurfum bara að gera okkur grein fyrir að náttúran er síbreytileg og atburður sem að við sjáum það að við bara horfum og hlíðar fjall á Íslandi þær eru að minna alla skriðurunnar sem sagt að það hefur orðið skriðuvirkni eða grjótrunn eða eitthvað í flest öllum hlíður landsins. Ekki alveg nýtt. Það hefur alls ekki alveg nýtt sko, en þær eru mjög stórar og þær hafa mismunandi orsaka valda. Og við erum eins og vendir réttilega á að við höfum nokkur dæmi núna sem að já, kemur okkur kannski óvart. En við þurfum að förum tilbaka 9 til 10.000 ár. Þegar jöklar voru að hörfa af landinu, að þá féllu gríðarlega stór berghlaup og við sjáum það bara á Mið-Norðurlandi til dæmis að það eru mörg svona berghlaup í nánast hverjum einasta dal og firði. Sum af þeim féllu í sjó, önnur ekki. Sum féllu á jökla þegar voru að hörfa og önnur ekki. Við erum að sjá þetta svolítið í dag við okkar skriðjöklum, eða við okkar skriðjökla. Þeir eru að hopa tiltölulega hratt, en þetta er miklu minni skali, en samt sem áður, þá er þetta ekki stað. Og af þessu þurfum við að læra. Við þurfum að skoða hvernig veðurfar var á þessum tíma. Hvað var hlýtt, hvað var mikil úrkoma. Og þetta getum við fundið út með ýmsum hætti. Við þurfum að aldursgreina þessi berghlaup, hvenær akkurat voru það að falla? Voru það að falla fyrir 10.000 árum eða 5.000 árum? Og þetta vitum við ekki. Við erum með svona líkindareikninga. Þú ert að auglýsa núna eftir meira rannsóknar? Sko, við vitum ekki neitt nema við rannsökum og þjálfum upp mannskap til að rannsaka og vinna með hlutunum. Það er bara staðrind og það á við allt. Og við búum í stóra landi, tiltölulega fá, í stóra landi sem að við þekkjum ekki nægilega vel. Nei. Og vonandi, eins og við talum meira fé til rannsókna, meira fé til grunnkortlagningar. Það skiptir máli. En aftur á skriðunum, undanfarin áratug höfum við verið að sjá skriður á Mið-Norðurlandi og Ströndum, þar sem að við getum tengt beint við veðurfarsbreytingar. Og það eru skriður sem eru að falla þar sem að sífreri, og ef ég útskýri orðið sífreri, að þá er það sem að setlög eða berg í fjöllum eða á láglendi, eftir hvar við erum, eru frosin allan á sig syng. Og við erum að sjá skriður sem eru að falla á Mið-Norðurlandi úr svona 750 til 850 metra hæð, sem að við teljum vera neðri mörkin, útreiknuð neðri mörk á útbreiðslu sífreri á Íslandi. Og þannig erum við að sjá setlög sem eru frosin, sem eru að koma niður í stórum klumpum, frosnum klumpum. Og það segir okkur býtu, halló, þessi fjöll, það er eitthvað að gerast í þeim. Það sem að gerðist í Árnesfjalli 2014, að þá fjall svona skriða úr 350 metra hæð. 350 til 400 metra sem er langt fyrir neðan mörkin sem að við héldum að væru neðri mörk á frostnum, setlugum og bergi í fjalllendi Íslands. Sem segir enn og aftur, við höfum bergi næði mikla þekkingu, okkur vantar mælingar, það er hægt að reikna á mótilera en okkur vantar beinar mælingar til þess að skoða þetta. Þetta eru all hlíðar sem að sneru á móti. Já, fyrsta skriðan var 2011 í Torfafellsdal, svo önnu 2012 í Móafellshyrnu og þetta allt skriður sem er að falla, hlíðarnir að snúa móti norðri og norðvestri sem eru þá lámas eða fæstar sólskinn stundir sem að, þetta er svona skuggalíðarnar. Síðan fellur inn í innanverðum Eyjafirði
að þá fellur skriða sem úr hlíð sem að snýra móti austri. Og þarna svolítið önnur staðrið að blasa við okkur að þarna erum við að sjá sífrera í þessari hæð í hlíð sem snýra móti sólu. Já. Þannig að þetta ein birtingamyndin af breytingum á skriðuvirkni. Síðan erum við að sjá stóra skriður sem hafa fallið sem við getum tengt til úrkomuatburða. Og þá ég ekki að tala Seyðisfjörð því að skriðan á Seyðisfjörði vissulega hún féll inn í bæjarfélag en hún var ekki rosalega stór miðað við margar aðra skriður sem að falla. Ef við horfum til dæmis 2007 að þá féll stórt berghlaup eða kallað rock avalanche á Morsárjökul sem var orsakað vegna þess að hlíðin ofan við jökulinn að jökullin var búin að sverfa undan hlíðinni og svo hoppar jökullin og eftirstendur óstöðu hlíð. Það eitthvað sem við getum talað jökulhörfun sem orsakavald. Við horfum á árið 2013 þá fellur stór skriða á Svínafellsjökul í kjölfar mikils úrkomuatburðar úrkomu sem það hefur ekki mælst meiri úrkomu á þessu svæði innan við kjölfar þessari skriðu. Þetta í febrúar. Manstu hvað mikil hún var? Ég man nú ekki alveg millimetrana en skriðan var 4,5 milljónir rúmmetra. Já. Og miðað við skriðuna sem féll á Seyðisfirði hún var 75.000 rúmmetrar. Já. Þannig að við erum að tala stærðagráðu mun þarna. Við erum síðan að sjá berghlaupi 2014 sem féll í Öskjuvatn sem olli flóðbylgju og flæddi með alls upp í Víti. Já. Orsakavaldi þess, það getur verið, við erum með þannig öskju sem hefur verið að myndast snarbrattar hlíðar, við getum líka verið að tala að það hefur verið leysing, en aftur þar að þá sjáum við að árin á undan hlíðin að aflagast og enginn að fylgjast með vöktun. Síðan erum við með skriðuna 2018 í Hítardal. Já. Sko þar erum við að tala 10 til 20 milljónir rúmmetra. Já. Og hún kom öllum óvart, en hlíðin þar hún var líka aflagast. Já. Vöktun. Já. En hvernig eigum við að vakta hver einustu hlíð á Íslandi? Það er svolítið spurning. Það þarf féð, það þarf mannafla, það þarf tekningu. Eitt vöktun en annað líka forvarnir og annað hvernig við getum minnkað líkurnar á því að við þurfum að vakta eitthvað. Og þá komum við að spurningunni sýnist þér sem að bara svo ég til dæmis nefni gamalt rifrildi á Akureyri. Ég bjó nú í 25 ár á Akureyri og það er svona gamalt rifrildi hvort veðurfarsbreytingar, hnattræn hlýnun, aukin úrkomu ákefð muni setja þarna hlíðina á stað við innbæinn. Upplýsingar sem að menn kannski byggðu á þegar ákveða að reisa einhver háhýsi fyrir 5 eða 10 árum getur verið að þær verið orðnar úreltar eftir 5 eða 10 ár hérðan í frá og byggingarnar séu ekki öruggar? Sko, við getum orðað þetta þannig. Ef við erum með hlíð og það fer eftir er hlíðin úr lausu efni, er hlíðin með jarðveg á eða er þetta berg. Þetta er svolítið mismunandi hvar við erum stödd og þegar við erum að horfa á hættumat vegna nýbygginga að þá er náttúrulega farið að horfa mjög til þessara hluta. Hvað er fyrir ofan? Hlíð sem hefur staðið óhreyfð eins og fyrir ofan Seyðisfjörð í 100 ára, 1000 ára. Náttúrulega mikið verið að gerast þar. Við skulum ekki útiloka það, en einhverjar breytingar sem getur orsakað stærri atburði. Og það þurfum við að vakta sem fyrir ofan mörg byggðarlög, nákvæmlega sem með snjóflóðin. Við þurfum að vakta það fyrir ofan stór byggðarlög. Við þurfum líka að skoða hvar við veljum nýbyggingum staðsetningu. Og þá er til dæmis eins og talið við horfum fyrir framan jökullón á Suðausturlandi til dæmis. Sko hvað erum við að setja fyrir framan jökullónin? Ef að það kemur flóðbylgjur úr jökullónum, eitthvað hrýnur úr jökullónin. Getum kannski fjallað þessu það á eftir. En
vissulega þurfum við að taka tillit til þessara breytinga. Já. Nú, skriðurnar á Seyðisfirði, þær voru í 22. desember 2020, þær voru mjög óvenjulegar. Af því að við vorum búin að taka saman skriðu sögu Seyðisfjarðar. Svona, þú veist, ykkur 100 og eitthvað ára aftur í tíman. Og þá voru skriðurnar þar bundnar við farvegina. Sem það eru gil og lækir sem koma þarna niður og renni í gegnum byggðina. Og þar var sagan. En síðan var búið að sjá, það eru ör þarna í hlíðinni. Hjallinn þarna neðri botnar, það voru ör framan í hlíðinni sem að vöktu athygli og það var farið að skoða það. Starfsmenn Veðurstofuna fóru og skoðuðu og tóku þversnið í setmyndanir fyrir neðan þar sem að húsin standa. Og það kom í ljós að þar hefðu stórar skriður fallið allavega í tvígang á undanförnum 1000 ára. Þannig að þessir atburðir þeir geta til stað, en þeir eru sjaldgæfir. Og þessi atburður sem var þarna, átti sér stað þarna, það var í raun og veru svona míníatúr af þessum skriðum. 75.000 rúmmetrar eru ekki stórt, en þegar það fellur myndir í miða byggð, þá það alvarlegt. Þannig að við þurfum að setja þetta svolítið í þannig samhengi. En okkar þekking á skriðusögunni, þekktri skriðusögu, að hún benti ekki til svona atburða. Men við erum náttúrulega með hörmurðað slys þessum var 1953 að við minnir, þegar 5 manna fjölskylda fórst þarna í skriðu sem fór niður á Þófan og niður á húsið Skuld. Sko, það hafa átt sér stað skelfileg atburð þarna en þarna sem sagt, þetta eru allt skriður úr farvegum sem að eru þekktir og við það var hættumatið byggt, en það náttúrulega búin að endurskoða það í dag. En sko, skiljið það rétt að spá líkön framtíðarinnar hvað varðar veðurfar á Íslandi gerir svona flest ráð fyrir aukinni úrkomu? Það já, samkvæmt skýrslu Veðurstofunnar loftslagsbreytingar sem var bara tiltölulega nýkomin út, að þá talað að úrkomumagn mun aukast, ef ég maður rétt 5-15%. En það líka talað tíðni sem sagt atburða þar sem að mikið regn fellur á tiltölulega stuttum tíma. Já, sumir finnst við þegar hafa bara orðið vitnað því í sumar, sko. Já, meina við vorum staðtindi Reykjavík þegar kom demba og ég var nú verið með að ræða það við kollega mín á Veðurstofunni að þetta eitthvað óvanlegt? Þú veist, en við þurfum aðeins að hvað sögður við því? Já, fátum svör, þannig en vissulega, ég hef verið staddur á Seyðisfirði þegar 50 mm úrkoma fjall á einhverjum 2-3 tímum. Já. Og það var bara, sko, eins og standa í sturtu og ég hef verið upp við Tindfjallajökul inn í emstru megin og í 25 stig hita og svo bara alltaf kemur svona steypiregn og lækir breytast í stórfljót. Þannig að það getur alveg gerst en umræðan náttúrulega orðin svolítið mikil að það allt þessi veðurfarsbreytingar. Við erum að mæla og við megum ekki líta fram hjá því, við erum að mæla bara á þessu ári var heitast í dag og sem við mælst á jörðinni. Við erum að upplifa kaldasta sumar og leiðilegasta sumar ever. Hvað það? Mögulega þessi blái blettur. Já, það þessi kaldi blettur fyrir sunnanland og það talað það að veðurfar muni hlýna en það gæti kólnað eitthvað tímabundið. Og svæði norðan við Ísland muni hlýna en svæði sunna við Ísland muni kólna. Þess vegna finnst mér einmitt eiginlega gagnlegra í augnablikinu að ræða við aukna úrkomu heldur en að við sem að gefa okkur að það verði hlýrra á Íslandi á næstu ári. Jú, en ef við horfum á það sem gerðist í Seyðisfirði 22 í desember, við erum að sjá uppsagnaða úrkomu, 5. úrkomu sem 75% meðalúrkomu á Reykjavíku, meðalásúrkomunni og það rignir alveg nóg,
og þetta að gerast á 5 dögum. Það snjór í fjöllum og það snjóvat í fjalla en það úrkoma niðri. Og svo spurningin, náðu mælarnir því úrkomumagni sem að fjall akkurat á þessu, og Einar Sveinbjörns, hann hefur nú verið að tala ég veit ekki, man ekki hvað hann endaði með, en þetta eru eins og úrkomu ár. Þetta bara ár í álóttunum sem bara dæla úrkomu. Himnarnir opnast á bara biblíuskala. Já, við þekkjum það til dæmis á Reykjaströnd að þá hefur verið þvílík úrkoma sem hefur orsakað aurskriður eða í Skagafirði, sem dæmi að það er ekki nýtt að það komi svona steypiregn. En spurningin og það sem við þurfum líka að svara, ef það hlýnar, sem að það hefur náttúrulega hlýnað, að þessir atburðir, þessir úrkomu atburðir fara að teygja sig yfir í kaldari mánuði ársins. Og við erum að sjá þessa miklu úrkomuna 2013 sem orsakaði skriðun á Svínafellsjökul, en við máum ekki gleyma því að það var líka orsakavaldurinn var jökulhörfun, að því jökullin var búin að hörfa þarna frá hlíðinni, skild eftir setlu og annars slíkt upp í hlíðinni sem að mynduðust við jaðarjökulsins á sínum tíma. En við erum að tala Svínafellsjökul 2013, við erum að tala Seyðisfjörð, desember 2022. Þetta eru svolítið öðruvísi atburðir og sem að við gætum alveg tengt við, og hugsanir manna að þetta getur aukist. Og þá erum við líka farin að tala kannski meiri hætt á krabbaflóðum og eitt og annað sem að fylgir allt í kjölfarið á þessu. En við megum ekki glemma því að við búum í eyju út í Norður-Atlantshafi, og eins og við segjum útlendingar, ef við líkar ekki veðrið, býti korter. Þú veist, við erum að fá þessar lægðir, heitt, kalt, heitt, kalt, heitt, kalt. Það er ekkert nýtt. Nei. En ertu fáanlegur til þess að fara með mér hringinn í kringum landið og segja mér hvaða byggðir kynna að vera svona á hættulistanum með því að úrkoma eykst 15%, 20%, jafnvel meira, með lítið til hættunar á aurskriðum úr fjalllendi. Já, nú ertu farin að spyrja svolítið stórt, sko. Og ég held að þetta sem nú frekar spurning sem að ætti að beina þar til geðrða yfirvalda sem að fjalla þetta. Það er svolítið óábyrgt, finnst mér, þó ég hafi mínar skoðanir á þessum hlutum, að vera að fjalla það. Við erum alltaf að hafa það í huga þegar við erum að tala náttúruvá eins og þetta. Atburðurinn kannski 15-20%, mannlegi þátturinn 80%. Og maður þarf alltaf að passa sér svolítið þegar maður fjallar svona, vera ekki með vera að spekuleira eitthvað sem að maður, þú veist, kannski hefur sína skoðanir og ég er ekki að tala að maður að dylja neitt. Heldur bara það sem þú segir að þú hafur rök fyrir því. Spurningin eins og þú talar þarna, það eru ákveðin bæjarfélög sem við þekkjum, sem eru sérstaklega viðkvæm fyrir skriðvirkni, og það eru náttúrulega þessi bæjarfélög sem þar sem úrkoman mest. Og við höfum gert könnun eða úttekt á því, birtum með það, greinum það fyrir mörgum árum, sem vorum að skoða hvað það sem orsakar aurskriður á mismunandi svæðum á landinu. Og þar kom svolítið athyglivert að við töluðum þarna ágaf úrkomu sem töluverð úrkomu yfir lengri tíma, og við skoðum líka hitastigið og vindáttina. Vindáttin skipti gríðarlega miklu máli með hvar líkurnar á úrkomu geta verið á mismunandi stöðum. Og við sáum það að svona 80%, eða rúmlega 80% af þeim skriðum sem að voru þekktar þá á Austurlandi voru orsakaðir af mikil úrkomu eða úrkomu. Á Eyjafjarðarsvæðinu að þá voru skriður, skráða skriður, 60% af þeim voru í leysingum. Og þarna svolítið dulin hætta. Til dæmis eins og ég var staddur í Sölvadal eða Þormósdal árið 1995 í júní,
Þar kom skriðu kapli yfir Mið-Norðurland í miðjan júní og ég og kollegi minn Halldór G. Pétursson sem var á Náttúrufræðistofnun, við vorum að kortleggja þessar skriður. Ég var í stuttbuxum, 20 stig hiti, svolítið stífur sunnan vindur og við vissum af mikið vatn í öllu kerfinu, sem sagt að hlíðin hún var svolítið vassósa, en okkur þætti ekki í hug að skriða upp á 800.000 rúmmetra myndi falla nokkur metra fyrir innan okkur, bara í þeim tölu orðu þegar við vorum að kortleggja hinaskriðurnar. Þetta er í Eyjafirði? Þetta er í Eyjafirði, innanverðum Eyjafirði, og þetta fjall rétt hjá bænum Þormóðsstöðum, rétt fyrir innan. Og þetta fjall 29. júní. Og ég heyrði í skriðunum, þetta voru 2 skriður, og ég hugsaði, eru þeir fallan að fljúa svona stórum þotum inn til Eyjafjarðar, eða til Akureyrar. En þá voru þetta sem skriðurnar sem voru að fara þarna niður og stærri skriðan, hún var 800.000 rúmmetrar, orsökuð af leysingum. Og það er þetta sem við þurfum að horfa á, að orsakavaldarnir geta verið mismunandi. En sko, þú nefnir hitastigið sérstaklega sem að segja manni það hafi verið óvenjulítið með ástíma á. Já, ég menna það getur alveg, þetta er bara njúka þeir, menna þú getur fengið 20 gráðu hita í Eyjafirði í júní. Þú veist, það er ekkert óvanalegt. En árið áður, eða sem veturinn áður, að þá snjóar á ófrosna jörð. Og það skiptir líka máli. Við þurfum að vita söguna, þeir sem eru að spá fyrir skriðaðettu, hvernig hefur veðurfarið þróast yfir veturinn. Þar féll snjór á ófrosna jörð og jörðin fraus aldrei. Heldur hún einangraðist undir snjópakkanum. Snjórin fór í raun verið aldrei af þarna upp til fjalla allan veturinn. Og þegar síðan leysingi byrjar, að þá fer leysingavaldi bent niður í jarðgrunninn og þá verður skriða þetta. En þegar þú sagðir að það væri meira við hæfi að ég myndi beina spurningu minni það hvaða byggðir getur verið mestri hættu út frá aurskriðum í framtíðinni, að þú sagðir að þér finnist sæma betur að ég myndi spyrja yfirvöld þeirra spurninga, hvaða yfirvöld áttu þá við? Þeir sem að bera ábyrgð á hættumati og framkvæmda hættumat, það er Veðurstofa Íslands og það á við sérlegum snjóflóðin og það er náttúrulega, þeir eru líka sem betur fer farnir að setja meiri áherslu á öskruður og grjóturun og það er bara hlutur sem að menn eru að átta sig á og sérlega eftir Seyðisfjörð, það þarf oft einhvern atburð til þess að fólk vakni. Líkt og við erum að verða vitni það núna í umræðum ferðarþjónustuna eftir hennar hrylling þannig í gær. Sko, tímanlaust. En við þurfum sem þjóð, þá þurfum við að gera allt sem við getum. Menna, við erum efnuð þjóð, við eigum að geta gert betur. Við þurfum að efla rannsóknir, við þurfum að efla grunnkortlagningu, menna við erum ekki eins og með almennileg jarðfræðikort af landinu. Við þurfum líka að mennta fólk til framtíðar til þess að takast á við þær breytingar, að því við vitum það verða breytingar. En má menntaða fólkið okkar spyrja gagnrýninna spurninga? Ég er oft með sérfræðinga í samtölum hér við þetta rauða borð sem segja mér að það sé nú bara ekkert mjög vel séð hér í þessu einræktaða fámenniskultúrslandi okkar að þú sért með gagnrýnar rannsóknarspurningar og drægir upp mynd af áhættu? Sko, þetta er kannski ósengjart spurning. Nei, ég hlust ekki á eitthvað sem að segja mér sem sagt hvort að ég eigi að tjá mig þú veist, eitthvað. Nei. Mér finnst það bara, það er vísindalegt frelsi að málfrelsi, en sem vísindamaður þá þarft þú að gæta því hvernig þú setur fram upplýsingarnar. Það er eitt að fræða og þú átt að gera það sem vísindamaður, þú átt ekki að halda neinu en þú verður að hafa rök fyrir því sem þú ert að segja. Það er bara akademískur veruleiki, en þú átt ekki að hræða.
Og það svolítið þunn lína þetta á milli. Já, við erum orðið vör við það í vegna jarðeldan og Reykjanesi að margir upplifa meiningamun á milli vísindamanna, hvernig þeir tjá sig. Enn og aftur, það málfrelsi og þetta þarf hver og einn að eiga við sjálfa sig. Þú veist, ef þú hrópar úlfur of oft, þá missir fólk trú á því sem þú ert að segja. Og í þínum geira þá raunverulegt vísindalegt málfrelsi. Því að ég búin að taka nægilega mörg viðtöl við annað fólk sem segir mér að það sé ekki málfrelsi í sumum öðrum kímum til þess að mig grunar að það sé ekki alls staðar. Innan háskólans, að þá mátt þú koma fram með þína skoðanir. Þú getur verið ráðgefandi, en þú ert ekki það gildir svolítið öðru máli fyrir starfsmannstofnana. Hvað þeir segja og hvernig þeir koma fram. Og ég verð nú bara að svona fagna því hvernig málumræðan til dæmis frá hendi Veðurstofunnar. Mér finnst hún mjög fagleg og mér finnst hún byggt á gögnum sem að fólk getur kynnt sér og slíkt að mér finnst það bara hrósvert að hvernig það komið fram og eins og ég segi, náttúruvá 15-20% atburðurinn, síðan samfélagslegi þátturinn, hann vegur miklu meira. Og það það sem að við þurfum aðeins að velta fyrir okkur og við þurfum líka að velta fyrir okkur til dæmis þegar við erum að tala náttúruvá og svona einhverja atburði, eins og þetta stór atburður sem eiga sér stað á Reykjanesi og það heilt bæjarfélag og það fullt af fólki sem að horfur upp á lífsviðurværi sitt og húsnæði og framtíð alla bara í óvissu. En þarna atburður sem gerðist síðast fyrir 800 árum og eðlilega kannski fólk með mismunandi skoðunar á hvernig þróunin verður en þegar við horfum á það til lengri tíma þá erum við með eitthvað mæli stöðvar og annað slíkt sem við erum að horfa eftir en við þurfum að byggja á því og við þurfum líka að hafa það á hreinu að það eru 800 ár síðan að síðasti svona atburður átti sér stað. Hvernig hann hegða sér það þarf bara að koma í ljós. Þú veist, það bara náttúran einn sem að getur í raun og veru leitt það í ljós. Hvernig þróun verður? Sko, aðvaranir og aðgát gagnrýnin umræða hún dansar ekki alltaf vel við markaðshagsmuni og það getur vel verið að ferðaþjónustan hafi teygt sig til hins ítrasta hér í blóra við raddir sem sögðu sumum ferðaþjónustu aðilum að fara varlega. Við upplifðum þetta líka fyrir nokkrum árum þegar var gefin út skýrsla skriður og sum sveitarfélög þar fengu svona meldingu á meðan önnur sveitarfélög þurfu ekki að kviða neinu að þá var þetta svona pínu sko að það ekki óbyrgt að fara að tala það sem gæti gerst, hefur það ekki áhrif bara á lóðaverð og fasteignaverð og fólk vill þá ekki kannski koma hingað af því að það gæti verið einhver hætta á ferðum. Við erum alltaf í þessum dansi, ekki satt? Vissulega þá erum við með náttúru sem óblíð en ég veit ekki alveg hvernig ég á að svara þessu eða hvort ég eigi að svara þessu að því að ég reyni það ef ég beðin ráðgjöf að hafa hann eins faglega eins og ég get. Ég hlusta lítið á pólitískar vísbendingar af því að ég ekki þar. Ég bara að koma með fram með þá vitneskju eins og ég skil hana best. Og mitt motto ef þú getur bjargað ykkur, þú veist, segðu bara það sem þið finnst. Og en hafðu rök fyrir því. Hafðu rök fyrir ekki bara eitthvað því mér finnst það. Hafðu rök fyrir því sem þú segir. Vissulega, og það hefur náttúrulega maður verið heyrt þetta, þú veist, að þið eru bara að fæla fólk frá og allt það.
og ég veit að fólk sem hefur sagt svoleiðis við mig, það hefur séð eftir því sem hefur sagt í ljósi atburðar sem hafa gerst. Já. En þú veist, þetta bara mannlegt. Já. Þú veist, þú þarft að þekkja hlutina og þú þarft að skilja hlutina og við sem erum sérmenntuð í náttúru landsins, við kannski skiljum sem ferli betur heldur en aðrir. Ég ef við tökum bara umferðina, fólk fer í lakkskónum og gerir hollt að vera í brálegu veðri og það horfir ekki að veðurspána. Skilu, þú veist, þetta bara þekking okkar mismunandi og þeir sem eru beðnir og hafa verið valdið til starfa í því að aðvara fólk og tryggja öryggi fólks. Það fólk bara að gera það besta sem það getur, en aftur á móti getur alltaf orðið slys, það getur alltaf orðið einhverju atburði sem þú getur ekki séð fyrir. Já. Þannig náttúran. Slys verða. Þorsteinn Sæmundsson, það búið að vera áhugavert og skemmtilegt að ræða við þig hérna, bara svona aðeins að hnykkja á þessu sem að kom lauslega fram áðan að þú auglýstir eftir meira fé og meiri rannsóknum og við vorum aðeins að nefna skítaveðrið í sumar og mögulega kaldablettin sunna við Ísland að það hefur komið í ljós í samtölum mínum við til dæmis Halldór Björnsson hjá Veðurstofunni að engin samfélagsleg rannsókn hafi verið unnin af því hvað það þýðir fyrir okkar efnahag ef sá blettur og ef þessar breytingar kála fiskimiðunum okkar og svo framvegis. Þannig að það augljóslega við erum eiginlega bara nánast á byrjunarpunkti í þeim rannsóknum sýnismanni sem þyrfti að gera hér. Ég segi nú ekki byrjunarpunkti. Sko, við erum náttúrulega með ákveðna þekkingu en við þurfum að bæta við. Já. Og eins og á fagsviði mínu með skriður og skriðumál að við höfum ákveðna þekkingu á vissum hlutum en við þurfum líka að reyna að fylgja svolítið með þeim breytingum sem við kannski þekkjum ekki. Já. Og þar stendur svolítið nýfurinn í kúrni og ég nefndi að við erum ekki eins og með jarðfræðikort af Íslandi, hvað þá lausan berggrunn eða jarðlög. Þetta bara ástand sem ekki við getum ekki sætt okkur við þetta. Nei. Þetta eru tiltölulega litli peningar. Ég held að þurfi einhvern milljarð til þess að klára jarðfræðikortleggingu í Íslandi í þeim skala sem við getum notað. Þetta eru smáaurar fyrir Ísland og á bara að mínum að þetta bara fara í það 1, 2 og 3, bara sérstaka fjárveitingu í það. Þetta mun hjálpa okkur svolítið að spá í byrju úr hverju þessi fjöll okkar gerð. Hvað þar? Og síðan þurfum við að mennta fólk. Það til dæmis og ég sé skrifið sérfræðingur við háskólan þá engin launustaða í því við háskólan í dag. Nei. Það engin launustaða í snjóflóðarannsóknum við háskólan í dag. Nei. Það engin markviss kennsla í þessum fræðum. Og þarna þurfum við að gera betur. En ef þú hefði mentað þig við einhverja áhættugreiningu í fjármálum þá væri verið að fjölga. Já, ég skal ekki dæma það. Ég ber mig aldrei svona saman við eitthvað annað, sko. En við búum í þessu landi, þá yfir 200 manns sem fórust í ofanflóðum á síðustu öld. Og þetta bara hlutur sem við þurfum að taka alvarlega. Við erum með svæði þar sem við höfum ágjör af, eins og Seyðisfjörð. Það settu peningur í að vakta það núna og Eskifjörð líka og þetta eru svæði við erum að gera stóra hluti í snjóflóðamannvirkjum sem að í mörgum tilfellum gagnast líka gagnvart annarri ofanflóðavá en við þurfum að gera miklu betur og við þurfum að stórefla þetta og við þurfum að efla þetta innan Veðurstofuna líka og Náttúrufræðistofnunar. Þetta allt hlutur sem við verðum og þetta eru miðað við allt að þá þetta ekkert stórum peningar en við þurfum að sjá til þess að þetta veri gert. Takk fyrir spjallið, Þorsteinn. Takk sömuleiðis. Og ég held að Gunnar Smári ætli næst að taka okkur með sér til Bandaríkjanna. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Allt það besta eru ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það betra. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman.
Já, það fer að líða að kosningum í Bandaríkjunum. Það eru kosið til forseta og reyndar líka til þings að hluta. Magnús Helgason hefur stundum komið hingað og rætt bandaríkismálefni. Þú velkomin. Takk. Það er margt í gangi. Eða við byrjum kannski á einhverju kannski hlíðarmáli, en það er þannig að þegar það er samkeppni milli tveggja og nefnt á mununum að þá getur þessi þriðji sem að dreifur sér tilbaka, Robert Jr. Kennedy, þá getur það skipt máli. Kannski getur það sagt okkur frá því hvaða fyrirbrigði þessi maður var, Robert Kennedy Jr. og hvert hann sækir fylgi. Já, nú náttúrulega kannski bara augljóslega er hann einhvers konar furðufugl, og hans fylgi virðist vera einhvers konar furðufugla fylgi og svona jaðar fylgi, og ég meina þannig að hans virðist hafa sótt sitt fylgi til einhvers konar svona sérkennilegri kjósenda sem sjá í samsæri í öllum hornum og voru sérstaklega miður sín yfir öllum samsærunum sem tengdust COVID. Og þannig að hann virðist hafa verið að sópa þar upp, þannig að hans fylgi virðist fyrst og fremst hafa komið úr því, síðan blandast inn í það svona stærri samsæriskenninga og svona jaðar frjálshyggju pælingar einhvern veginn já. En þetta er fólk sem mist trú á kerfinu. Ég ekki bara mist trú á kerfinu, heldur grunar kerfið allt illt, skilur hvað, það er það sem ég hafa við, ekki, því að ég held að það sé, það er alveg munur á því að hafa efasemdir ríkisvaldið og svo trúa því að ríkisvaldið sitji á skipulegum svikráðum við þig og ætli sér að reyna að drepa þig. Og þannig að meðan eitt getur alveg verið eðlilegt og innan skynsemismarka og bara afstæða sem maður getur borið virðingu fyrir og hægt er að færa rök fyrir og hvernig sem það er en þá er hinn það er að fara þarna út í, og ég held að hann var náttúrulega augljóslega að sækja fylgja sitt dálítið mikið þar, en svo maður komið þessari skeifukenningu stjórnmálum að þá er fólk á sitt hvorum enda hins pólitíska spektrums sem sagt getur fundið sig þarna og hann var að sækja svolítið þannig, ekki bara sem sagt til hægri eða bara til vinstri, en það að hann sé hættur í Þú lýst yfir stuðningi við Trump. Já, að fram að framboði Harris að þá var stemmingin svo að republikanar og Trump virtust trúa því að hann væri að hjálpa þeim. Þannig að þeir væri að splitta einhvern veginn atkvæðunum sem vilji ekki Trump. Þannig að Trump kjósendur kjósa Trump og þeir sem ekki vilja Trump, þeir splittast á milli Biden og Kennedy. Nú dettur hann út og það er engin fyrstu kannins engin merkjanlegur raunverulegur munur. Það er ekki svo, það hafi haft þessi kjósendur hans er ekkert að flytjast í stórum strömi til Trump, hann græðir ekkert þeir bara dreifast eins og aðri kjósendur. Já, hann lýsir, Kennedy lýsir við stuðningi við Trump, en hverju það breytir fyrir Trump ég meina, að færa einhverja fleiri furðufugla yfir í hans sér í lagi þegar að ein af kosningastrategíum demókrata hafi við núna verið að útmála Trump og hans fylgjendur sem furðufugla eða hans stuðningsmannhóp. Þannig að þegar Robert Kennedy Jr. dreifst sér tilbaka, þá bara dreifast hans fylgjendur bara eins og bara allur almenningur. Það er ekki þetta að merkja það að Nei, og það er frekar þá Það skiptir engu máli þótt að hann lýsi við stuðningi við Trump. Ég held að það skipti ekki neinu einasta máli, í raun og veru. Og ég meina, á endanum líka stótt hann að vera að mælast með 5%. Að þá er þegar það kemur í kjörstað, þá er þessi þriðju flokks frambjóðendur fá yfirleitt sára lítið. Það getur skipt máli í einhverja það sem er mjög mjótt á mununum. Og það er náttúrulega síðan stóra spurningin, verður gríðarlega mjótt á mununum eða ekki? Það er þannig að Cornel West er ennþá í framboði. Ég veit ekki hvort hann er, ég held að hann hefði komist ekki allstaðar á kjörseðilega, en hann gæti skipt einhverju fyrir, dreigja einhverju atkvæði frá Harris eða Kömulu.
Herðu, en nú staðan kapphlaup á milli Trump og Kamala Harris. Já. Og það hefur breytt svona tóninum eða hvað kosið að þegar Kamala kemur í staðinn. Demókratar vilja færa hérna til svona hvað kosningarnar eru, svona áhersla á að það sé verið að kjósum meila nýjan og gamlan tíma að vera að skoða bara í samhengi við aðra kosningar. Það eiginlega svona kynslóðaskipti, hérna svolítið svona með vonina og einhverja breytingar sem eru hengdar á Kamalu, hvort sem að hún hérna, á það skilið eða stend undir því eða ég held þeirra draumur að geta keyrt einhverju svoleið stemmingu fram yfir kjördag. Þannig að mikilvægasta breytingin sem hefur orðið á því að Biden dettur út og hún kemur í staðinn það að demókratar voru raunverulega búnir að gefast upp. Menna, það var hérna kannanir sýndu mér að 46% einhver höfðu voru bjartsýn eða voru spennt fyrir því að fara á kjörstað að kjósa sinn flokk og þegar að minna en helmingur þinna kjósenda bjartsýn eða spenntur fyrir að mæta á kjörstað meðan að andstæðingurinn fullur bjartsýni og sigur vilja og vissu og kjósendur hans æstir í að mæta á kjörstað, þá það tapað og þannig að stemdi allt í það að þetta yrði bara frekar sannfærandi sigur fyrir Trump og það var byggt á því að fyrst og fremst á því að kjósendur demókrata voru áhugalausir kosningarnar, voru áhugalausir Biden eða voru beinlínis andsnúnir honum. Þannig að við sjáum þetta í þannig að fylgisaukningin sem hún hefur fengið með við Biden hefur verið að koma fyrst og fremst frá ekki óákveðnum kjósendum per se, heldur kjósendum sem voru búin að gera hugsun að þeim líkaði illa bæði við Biden og Trump. Og af því að þeim líkaði illa við báða og höfðu engan sérstakan áhuga á því að mæta á kjörstað og voru ekki að fara að kjósa demókrata, núna eru tilbúin til þess. Þannig að þessi kjósendahópur hefur farið úr því að vera einhver 25% sem þeir eru hugsað út í það alveg ævintýralegt og hefur ekki verið jafn hár síðan 2016 sem mjög áhuga. Þetta hópurinn sem hattar báða, beggja hattarar. Og þess svona háar í sögulega þessi hópur ekki svona stór. Sögulega þá þessi hópur vel undir 10%. Ekki það það Bandaríkjamenn hafa verið mjög neikvæðir á svona ástand Bandaríkjanna og framtíðar horfur. Og líka bara á stjórnmálakerfi, hvort að stjórnmálakerfi sé að þjóna okkar hagsmunum, segir alveg. Já, en ekki bara það heldur á bara ástandið í Bandaríkjunum og að Bandaríkin sé á rangri braut og að framtíðin lítur verr út einhvern veginn en fortíðin. Það er neikvæðar tilfinningar fyrir Bandaríkjunum og kerfinu að hafa verið ríkjandi og vaxandi. En í kosningum 2016 og 24 áður en að Biden dettur út, þá þessi hlutfall kjósenda sem hefur neikvæða mynd af báðum frambjóðendunum, neikvæða, ekki bara neikvæða öðrum og ekki heldur bara beinlínis yfir neikvæða mynd af fjórðungur kjósenda rosalegt. Þessi komið niður í 8% og minnkunin hefur fyrst og fremst komið Harris til góða. Þannig að þarna hún að taka henni atkvæði. Því að hún það er ólíklegt hún fái atkvæði þeirra sem ætti sér í kjósa Trump. Það er mögulegt að hún geti fengið atkvæði þeirra sem hafa neikvæða mynd. Sem hefðu ella setið heima. Já, af Trump. En það að ná þeim sem höfðu neikvæða mynd af Biden, það var stóra uppil máli fyrir Biden nokkuð tíman að segja á því. En breytingin á því að hún fer á kjörseðilinn, það er svara velinni þennan hóp sem að leist á kóruga, einhverju gamlir kallar, gömul átök sem að bara mér kemur þetta ekki við, eitthvað svona hugsun. En það sem átt að segja áðan að vaxandi svona neikvæðni í Bandaríkjunum að hvert samfélagi verið að fara
Ég myndi ætla það að það væri betri lendur fyrir Trump að sækja í heldur en Harris sem að ég held að hljóti að verða ef maður sleppi sko kynslóðunum og kalla kona og þessu bara eiginlega svona persónulegu frambjóðundum að þá er Harris frekar fulltrúi fyrir svo kerfið eins og hefur verið, ekki? En Trump er áskorandinn. Já, hann er áskorandinn. Það er bara sem er mjög áhugavert við þetta, sem hefur gerst hérna í þessu. Fyrst þú ert með 2 gamla kalla og báðir eru óspennandi. Annar þeirra er þó aðeins eldri og hinn, kemur sér ljósa virðist ekki alveg standa í lappirnar og það er þó aðeins smá fút í hinum, en sem sagt báðir eru fyrrverandi forstur, annar situr í embætti og hinn er að komin sem áskorandi á þann sem situr í embætti. Það sem er núna er sem sko það að Trump er fulltrúi og er sem sagt sko að endur spila plötu sem hann er búin að vera að spila síðan 2014 og þessi sjónvarpsþáttur er búin að vera á dagskrá sem hann er að spila núna í næstu því áratug og fólk verður þreytt á sko raunveruleika sjónvarpi sem er svona lengi á dagskrá og hún er komið með eitthvað annað og nýtt. Þannig að þótt og hún sé skilur vara algjöru svona PR leveli sko, það sem er bara eins og við séum bara dagskrástjórar á NBC og verðum að taka þennan dagskrá og hafa ferskara inn á það er líkingar og þá er ekki þennilega þar með að það fungir þannig í grunninn skilur hvað en það skiptir máli á yfirborðinu það sem ég var að tala um áðan hvort að það hvað Kamala kemur seint inn hvort að sko demókrötum takist að láta kosningarnar snúast svona hluti svona eitthvað stemmingu nei, það sem kosningarnar snúast náttúrulega á endanum þar og hér og allstaðar það sem er kosið er það hvers konar framtíð viltu og það ræðst svolítið af því hvaða hugmyndir og hvaða tilfinningu þú hefur fyrir því hvernig ástandið og svo á því hvort að frambjóðendurnir þú sjáir fyrir að þeir geti búið til eitthvað nýtt og betra og það ég meina er alveg eðlilegt þannig kýs fólk og þannig kjósa Bandaríkjamenn og viltu betri framtíð ekki, treystir þú þessum frambjóðendur til þess að vera fulltrúi breytinga eða ekki og sko Trump kemur inn 2016 lofandi breytingum og get næra að sannfæra nógu marga það að hann sé fulltrúi þessar breytinga fólk verður þreytt á honum og hans breytingum því að hann kemur ekki með neitt sem breytingarnar eru fyrst og fremst einhvers konar upplaust og jú, það eru kjósendur sem finnst vera að tala til sín og við getum rætt það síðan hvað raunverulega hann er að gera og hvað ekki því að allt sem hann sko endanum er einhvers konar furðulegur sko sirkus hann er ekki það sem en það með sko fylgi svo til gott sem helmings Bandaríkjanna já og en sen sko þegar að Biden er farin út þá er Trump er fulltrúi þeirra stjórnmála sem eru búin að vera í gangi núna í allan þennan tíma og Harris er að lofa Kamala vegna þess að það er bara svo þetta er pínu snúið sko en hún þá að tala hana sem Kömulu þau vilja hún talar hana sem Kömulu Harris eftir sko en Harris og það er bara svolítið óþjált svona í íslensku að nota Kömulu en allavega við skulum reyna það ég ætla að reyna það og að því að bandarísku fréttaskýrendur nota þetta en já að hún boðar sko einhvers konar annars konar stjórnmál sem snúast ekki endalaust sko eld og brennistein og neikvæðni og allt er að fara allir fjandans því að það er annað þótt svo að kjósendum Bandaríkjunum eða Bandaríkjamönnum Bandaríkjamenn hafi verið svona heilt yfir frekar neikvæðari á framtíð Bandaríkjanna og ástand Bandaríkjanna og stjórnmálakerfið og allt þetta í núna áratugi 2 að þá er ekki þar með sagt að þeir vilji það áfram þeir vilja snúa við blaðinu og hún getur virðist sannfært nógu marga það að hún sé manneskjan til þess að snúa við blaðinu því að sko nú horfum við líka aftur núna til 2016 það er mjög mikilvægt held ég að bera saman kostnaðan 2016 og þessar og því að það er mörgulegt það er eiga margt sameiginlegt og augljósa dæmið sko það að þarna ertu með Trump og svo konu
sem að gengst nefnd skýrnarnafni sínu. Hillary var ekki Koldur Clinton. Nei, satt. Það góð punktur líka. En það er mjög margt svo ólíkt með þeim. En ég held að þótt að Kamala hafi verið í framboði 2020, on the ticket, að þá sé demokratar vilja endur spila kosningarnar 2020, ekki kosningarnar 2016 og þess vegna mjög áhugavert að bera saman ástandið núna og þá. En 2016 að þá var Hillary Clinton var holdgervingur kerfisins og á endanum er það ein af stóra ástæðan fyrir hún tapaði var það hún var holdgerfingur kerfisins, hún var holdgerfingur einhvern veginn Washington og Clinton voru búin í fréttunum í áratugi, en það er svo hitt sem er held ég gríðarlega mikilvægt að munurinn á Kamala Harris og Hillary Clinton var sá að Kamala Harris er ekki búin að vera í fjölmiðlum stöðugt í áratugi með neikvæðar fréttir sig og eiginmann sinn, meðan að Hillary Clinton var búin að vera í fréttum stöðugt í áratugi með neikvæðar fréttir sig og eiginmann sinn og mjög stór hluti Bandaríkjamanna hafði þess vegna innbakaða neikvæða mynd af Hillary Clinton sem það hefur ekki af Kamala Harris og þannig að Trump var í sterkri stöðu 2016 þar sem hann getur verið fulltrúins nýja breytinga, einhver umróts og einhver spennandi og þarna á móti þessi gamla kettling sem við erum búin að heyra áratugi akkurat, þannig að það er ekki núna. En þá erum við ef við förum til 2008 þá kemur Obama og hann kemur inn og með vonina breytingar og að sömuleyti finnst manni svona tónnin sem að Kamala og þau sem að í kringum hann að slá eitthvað svo svolítið líkingu við það. Þannig að sé bara komin tími að breytingar í Bandaríkjunum og þá eru vísa bæði til þess að hún er kona og hún er brún og önnur kynslóð og eitthvað sama og Obama sem að náttúrulega var, ég held að hann hefði ekki orðið 50 þegar hann var kjörinn forseti en hún er eitthvað staðar 60 eða ekki, þannig að hann var mjög ungur líka og hann kemur með þetta sem að er bara svona nýr ferskur andlar og manni sýnist að þessi verið að kynna Kamilu þannig. Það sem að því þú sendir að hún var náttúrulega í framboði í forkostingunum 2020 og náði ekki neinum sérstökum árangri. Þannig að það er ekkert í hennar sögu sem að segir að hún sé eitthvað svona fyrirbrigði eins og Obama var. Það sem að hún, ekki eða eins og Trump eða eitthvað sem að hefur búið til í kringu sig eitthvað svona hreyfingu. Það sem að hún gengur bara inn og það er eins og sé verið að reyna bara að vonast til þess að þessi hreyfing verði bara til. Er það var það sem ég var að hugsa þegar ég var að segja að þeir eru bara að vona að það sé að fara með þetta erindi fram yfir kosningarnar. Því að ef þetta ætti síðan að vera kannski kosningum stefnu samfélagsins og eitthvað slíkt, að þá kannski getur orðið flóknara fyrir þau að heyja þá baráttu. Ég veit ekki, í fyrsta lagi þá held ég ekki að stjórnmál þurfi að vera hreyfing í kringum einstaka leiðtoga með einhverja ævintýrlega persónusjarma og hvort að hún verður einhver svona sögulegur umbreytingar forseti. Það kannski krefst þess að hún sé uník persónu töfra og að leiða einhverja stórfenglega hreyfingu. Hún hefur ekki, ég hef ekki fengið á tilfengi að demokrata sé að halda því fram að það sé í gangi. Og það, 2008 var það augljóst að það var einhvers konar svoleiðis stemming og að það var þannig einhvers konar, Obama var fulltrú einhvers slíks. 2016 þá reyndu demokratar miklu frekar að búa til svoleiðis stemmingu kringum Hillary Clinton. Að hér væri stæðu við einhvern veginn á bjarmi og var með sögulegra uppstokkunar og breytinga og nú væri ætti að brjótast í gegnum glerþakið og allt þetta hversu sögulega fyrst og einn af stóru mununum á Kamala Harris og Hillary Clinton er einmitt þessi að eitt af kjarnaatriðunum í kosningabaráttu Hillary Clinton var það að hún var kona og myndi verða fyrsti kvenforseti Bandaríkjanna og fólk var kjósendur stöðugt myndir á þetta og hún myndi
kjósendur stöðut á þetta. Kamala Harris hefur ekki gert það. Þannig að sko... Og lært af þeirri reynslu. Já, og svo er það nú bara líka annað, það er alveg óþarfi. Ég held að það sjáu það allir og hún er kona. Og ég held að mótframbjóðandi hennar og varaforsetaefni hans að þeir geri allt sitt besta til þess að minna á það sömuleiðis sem þeir hafa gert. Þannig að hún þarf ekki að vera að halda einhvers konar skrúðgöngu það að hún gæti yrði fyrsti kvenforsetinn og fyrsti kvenforseti og ekki bara kvenforseti heldur líka minnihlutahópum hörundstökk og afkomandi innflytjenda og þetta er ekki, þessi identity máli er ekki front and center hjá henni. Maður nú sjálf séð svona vísanir í það sem er verið að vísa í réttindabaráttu svartra og fleira að hún sé svona eðlilegt framhald af mannréttindabaráttu kannski síðustu 40 ára. Man séð svona tilvísanir það er ábyggið, ef þú skrollar á Facebook og heimsækir einhverja hópa, mér er alveg samfélag og þú finnur þetta en kosningabaráttan hefur ekki snúist þetta úti. Landsfundur demókrata snýrist ekki þetta. Ræður hennar hafa ekki snúist þetta. Það sem fréttaskýrendur eru að tala þetta atrið kemur valla fyrir meðan að þetta atrið tók upp gríðarlega mikið af tímanum 2016. Þannig að þetta er held ég en En af því að Kamala hefur ekki farið svona hún er ekki svona sigurvegari í einhverjum svona forkostningum og hún hefur ekki verið, ég meina hún var ekkert svo áberandi sem varaforseti, ég held að það er bara þannig og að þá er eðlilegt kannski að spyrja að því hún er komið svo langt hún er bara að vera að kjósa bara eftir 2 mánuði fyrir hvað svona pólitíkus er þetta? Hvaða stefnu hefur hún í? Já, hún bara af því sem maður hefur lesið viljast nú vera bara svona mjög dæmigerður demokrati eins og flokkurinn er núna. Men hún er bara fulltrúi flokksins. Og hvaða fyrirbyrðið er það? Venjulegu demokrati í dag? Já, það er bara málið. Hvað er venjulegu demokrati í dag? Og eitt af því sem venjulegu demokrati í dag er og hefur venjulegu demokratar líka verið þótt að myndin af þeim hafi verið önnur. Því hér komum við voru að tala um ímyndarsköpun og allt þetta. Hvað er demokrati? Nú Repúblikanar hafa haft frumkvæðið í þessum skilgreiningaleik til þess og hafa haft það síðan 1980 eða svo, í því að skilgreina andstæðingin og demokratar hafa átt undir höggasækja sérstaklega með atriði eins og hversu þjóðhollir þeir séu og hversu mikið þeir styðji eða styðji ekki herinn, hversu þjóðernissinna þeir umverðið séu og þetta hafa þeir tekið tilbaka. Á landsfundinu núna þá er eitt af því sem menn taka eftir var hversu mikið var hrópað USA, USA, USA. Eitthvað af því var nota til þess að kæfa út einhver mótmæla köll en það er bara hluti af greinilega tilraun flokksins núna til þess að hrista af sér þetta, hann sé einhvern veginn ekki eins þjóðernissinnaður repúblikaflokkurinn sem átt forskot á þessu. Og sem virka þannig að ef ég er út í sal og hrópa þið að styðja þjóðarmorði í Gaza, þá hrópa bara allir USA, USA, USA og þakka mér. En það sem er samt alveg sama þótt að það væri eitthvað af þessum USA, USA köllum úr salnum á landsfundunum hafi verið cynical að þessu leyti, einhver hluti af einhverju crowd-kontróli, að þá er bara svo staðreynd að demokratar eru tilbúnir til þess að kalla USA, USA er merkilegt. Þetta hefði ekki gerst á búsárunum til dæmis. Þannig að hvað er demokratar? Eitt af þessu núna greinilega það verið demokratar. Það er einn spurning sem að þetta koma núna. Demokratarnir er að segja hann hefur færst í þessum á þessum svona kultúral málum frá, getum við sagt, svona signaling til vinstri til signaling til hægri. Já. Hvað merkir það ef ég er í salnum þarna og allir hrópa USA, USA? Hvaða merkingu hefur þetta USA? Hvað er verið að... Eitt af því sem það merkir og það er nefnilega, ég held ég síðan mikilvæg munur á núna Harris og Kamala og Trump er að
sem sagt, sko, Trump er með þessa neikvæðu, þessi neikvæðu skilaboð. Allt er hræðilegt og ömurlegt og bara ég get gert allt frábært aftur. Meðan að þegar þeir voru í umræðunum hann og Biden, þá var þetta eiginlega þannig að Biden var líka með þetta, sko. Það var allt ömurlegt áður, það var allt frábært hjá mér og þetta var náttúrulega alveg fáránlega heimskulega samræður, sko. Alveg, en það sem ég ætla að segja, sko, var þetta að Bandaríkin eru, sko, það vera almenningi finnst hlutirnir vera á rangri leið, frambjóðandi sem kemur og endur ómar það til þeirra, auðvitað getur tengt til þeirra, en það að vera stöð að tala neikvæðan og allt er neikvætt og skilur það er samt sem að það er ekki til lengri tíma og mjög fáar kosningar hafa farið þannig að, sko, þannig skilaboð hafi náð að, sko, neikvæð skilaboð. Annarkvort að allt sé ómögulegt eða allt muni verða ómögulegt ef mótframbjóðandi vinnur. Það sem hefur virkað er það að, sko, segja þrátt fyrir allt er okkar samfélag gott. Þrátt fyrir allt er okkar samfélag þess eðlis að það getur orðið, skilur hvað. Þannig að það sem það að vera að, skilur, klappa USA er líka, sko, að segja Bandaríkin eru góð. Ég er stoltur að þið vera Bandaríkjamaður. Við viljum vera Bandaríkjamenn. Við eigum Ameríku. Skilur hvað við. Það var það sem að demókratarnir myndu vilja stilla upp, að annars verðum við með Kamilu og það er með seglan í bandarísku samfélagi að við höfum svona stofnanir og kerfi þar sem að við getum nýtt og við munum, þótt að séu kannski við getum í erfiðlegri stöðu núna, við finnum leiðin út úr þessu og við höfum trú á þeim Bandaríkjunum sem geta. Hinum minn eftir með Trump sem að segir allt sem að Bandaríkin hafa verið bara undanfarið fyrir utan mig er bara, við erum svo kolrangri leið að við þurfum bara umbylta Bandaríkjunum. Þannig að það eru valkostundir sem eru og það sem að demókratarnir nota helsta vopnið er að gegn þessum sem að segir að við þurfum bara umbyltingu af því að ég meina skoðaðu bara hvernig þú upplifir þitt líf, hvernig það er að fara og þetta er alltaf á rangri leið og það er siðferðisleg hnignun og upplausn í samfélaginu og ef við látum þau fá það að það sem að demókratar segja að hann er bara eitthvað skrítinn þessi. Já. Hann er eitthvað skrítinn. Ég meina, hvað passar þetta við eitthvað í ykkar lífi? Ég meina, hafið þið ekki getað fundið svona samkomulag og það sem hefur verið einhver ágreiningur í þinni fjölskyldu eða á þínu vinnustað eitthvað svona. Ég meina, þessi kall er bara eitthvað skrítinn. Er þetta svona? Já, sko, og hérna komum við að því að sko, ein af stóru breytingur sem var frá því að Biden dettur út er það að sko, strategía demókratana var svo að Trump væri sko einhvers svona existentialísk ógn og lýðræðið er í húfi og það var bara sko þetta kosningabaráttan myndi dálítið á Mondale 1984 sem útmálans það var bara kjarnorkustríð ef Reagan myndi vinna eða LBJ 1964 með þessu frægu Daisy auglýsingunni. Í fyrra skiptið virkaði það, en það var líka vegna þess að LBJ var að bjóða sig fram á móti bara í Goldwater, sem er sennilega sko svona mest í jaðar frambjóðandi stórs flokks, sko þar til að Trump kemur 2016 og þá virkaði það gegn honum og þannig að pælingin hefur sannlega verið sko svo að við værum í einhvers 1964 mómenti og það væri þetta að keira einhvers svona Daisy campaign en sko Daisy auglýsingi var bara sýnd einu sinni og fyrir þá sem ekki séð hana bara að googla Daisy auglýsingun 1964, hún er mjög áhrifamikil og þú séð hana það ekki? Nei, þetta er svona ung stúlkubatt sem að slíta laufblöð af Baldursbrá og svo svona talið niður í bakgrunnunum neðra kjarnorkustríði og þetta er það sem er verið að kjósa var ekki treystandi til þess að halda utan þetta these are the stakes það er kjarnorkustríð og dauði eða ég og þetta er held ég hreinlega eina skipti það sem svona sko skilaboð virkuðum og Biden var að reyna þetta og það var ekki að virka og þannig að demókratar hafa og Kamala hefur svona hefur skipt út úr þessu Trump lengi að Trump sé eiginlega ógnin
Já, það virkaði ekki 2016. Og hann er svona blásinn svolítið upp. 2020, ég er ekki vissum að þetta verið það sem hafa skipt endilega sköpum þá að hann ógnin af honum sem hann hefur tapað þá og núna ætlaði Biden að reyna að sigrast á því að það verið ógnin af Trump. Kamala Harris hefur tekið aðra strategíu sem það að leggja áherslu á það að gleði og það er allt þetta joy í kringum þessa landsfundina þannig að gleði er eitthvað svona þema sem þeir eru að vinna með en það er bara bjartsýn og þessi bjartara yfir henni áhersla hennar er ekki á óveðurskýin heldur það að hún hérna björtu framtíð sem hún boðar og svo það að Trump eins og þú segir hann er skrítinn og það er náttúrulega bæði er það Trump og svo er það allt liðið í kringum því að þetta er ekkert bara eins og þessi bara hann heldur er þetta einhvers konar svona furðulegur trúðasirkus sem er í kringum hann og það er náttúrulega þegar þú segir þetta þá er eins og sérst að horfa á þetta út úr öðrum herbúðurum að því það er náttúrulega næstuði helmingurinn af þjóðinni sem er til í að kjósa þennan trúðasirkus og samsvara sig við hann þannig að það má líka vera þannig að bara samfélagið sé svo klofið að annar segir þetta er bara trúðar og hitt segir þetta er bara en það er það sem ég kannski það er þannig Repúblikaflokkurinn og að Bandaríkin eru klofin niður, það er þó meira af demókratum en repúblikunum en það að repúblikum tækist að sigra kosningar og vera með meiri hluta í öldungadeildinni og ná þinginu og vinna okkur forstakostningar stöku sinnum sem þeir hafa ekki gert með meiri hluta atkvæða síðan 2024 sem þeir hafa unni meiri hluta atkvæða og þar á undan þá er það á 9. áratugnum þannig að meiri hluti atkvæða þeir hafa ástæðan til að hafa innbakað forskot í kjördæmakerfinu og hvernig það virkar þannig að það er nú kannski eitt þannig að það er ekki 50-50 algjörlega en svo er hitt það að nú erum við að fylgjast með þessu mjög náið og einmitt þessum svona sirkusnum í kringum aðalkarakterina og því að það er frambjóðendum til öldungadeildar og þings og fylkistjórum og svona liða það er þessi sirkus í kringum Trump er verri en sá sem var í upphæðu 20. aldarinnar þannig að gæði frambjóðenduna hefur hnignað og það að kjósendur séu kannski ekki alveg búin að kveikja á því hversu slæmir þeir eru en þegar að athygli beinist að því og það er að þá er þessi repúblikanar hafa verið að tapa í kosningum þess að þeir ættu að geta unnið hæglega vegna þess að þeir eru með í frambúði handónýta frambjóðendur sem eru einmitt einhvers konar furðufuglar og það er náttúrulega það er held ég eitt í þessu það sem er á bakvið það er þetta að bandarísk stjórnmál eru í mjög slæmri stöðu og eru biluð en stærsti parturinn fyrir því að ástæðan fyrir því eru biluð er svo að annar af stóru flokkunum er handónýtur. Það er repúblikaflokkurinn. Og það sést til dæmis á landsfundinum núna er þetta að á landsfundi demokrata eru allir fyrir forsetar flokksins og frambjóðendur komnir til þess að lýsa við stuðningi við Kamala Harris. Hjá repúblikunum enginn. Ekki neitt. Þetta er bara Trump og svo liðið í kringum hann. Repúblikanaflokkurinn er einsmanns flokkur Trump. Miklu meira en demokrataflokkurinn hefur verið nokkuð tímann einsmanns flokkur forsetaframbjóðans. Flokkarnir hafa tilhneigu til þess að verða að flokki forsetans í kringum landsfundin og eftir. En í tilfelli repúblikanaflokksins núna og undir Trump að þá hefur þessi einsmannsvæðing flokksins verið mjög sláandi og það er dálítið nýtt. Landsþing demokrata var núna bara daginn og þannig að núna eru við líklega á þeirri stöðu að svona mæling Kamilu er í toppi. Það kemur alltaf svona smá gusa í kringum bara út af umfjöldum. Hún fær með sér segja bump en það er hvort hún er í toppi, vitum við. Já, þú veist en svona meða við það. En svo þannig að framundan eru síðan kosningarnar og það er
ómögulegt til að segja sko í hvað farveg þar fara sko. Það hérna þessi svona sögutráður sem við erum að stilla upp núna og átakalínur að það svona eiginlega frekar ólíklegt að það haldi alveg allan þennan tíma þannig að það munu verða einhverja svona því að þetta er leikur og sá sem að nú eru repúblikanir þurfa að finna eitthvað svar og þeir þurfa að finna svona sína fjöl og kannski hérna gera þær mistök við það og þá vestnar þetta ennþá hjá þeim kannski gera þær eitthvað þá þarf hinir að svara og þannig að það er langt eftir í þessu. Kamala Harris getur gert einhver hræðilegar bombastur og það allt getur gerst. Það er búið að reyna að ráða Trump af dögum þannig að skulum ekki taka neitt út af borðinu. Og það eru alls konar element sem að spila þarna inn í það getur virkað með Kamilu að vera kona en það getur líka virkað á mótinni. Það eru bara ríkjandi kvenfordómar í Bandaríkjunum Já, ég veit samt ekki, ég held alveg með það. Nei, ég ætla bara að telja svo reynsluleysi að hún og það að hún hafi ekki farið í gegnum svona eins og ég var að koma áðan eitthvað svona forkostningar að hún sé svona svolítið skrítin frambjóðandi, það næstu eins og forsetinn hafi dáið hún svona dettur inn í embætti. Já, næsta sem gerist sem gæti breytt einhverju eru kappræðurnar 10. september. Og þær gætu seinustu kappræður turnuðu náttúrulega kosningabaráttunni og það er í kjölfar þeirra sem Biden fellur út og þannig að kappræður geta breytt öllu. Það mun enginn geta sagt að í nokkuð tíman aftur að þær breyti ekki. Það geta breytt algjörlega öllu, bara hverjir eru í framboð, það getur breyst út af, en þannig að nú hefur aðeins verið að hlusta á hana og ég hef það sem væri það að hún myndi einhvern veginn standa sig hræðilega. Ég á erfitt með að sjá hún sé að fara að gera það. Hún hljómar það, ákveðin og örugg og talar, þannig, hún er langa reynslu af þessu að tala. Hún er málflutningsmaður. Nákvæmlega. Og þannig ég hef, eitt sem er mikilvægt við hana, er það að hún er óhrædd við Trump, meðan að Trump hún virðist koma honum svolítið úr jafnvægi og það er náttúrulega í svona kappræðum skiptir það greiðlega miklu máli ef þú kemur viðmælandum úr jafnvægi frekar en að hann þér úr jafnvægi að þá ertu með forskot þar og þannig að það sem gæti gerst væri með að hún myndir leika einhvern ægilegan afleik. Hann er ekki að fara að spila út einhverju nýju stórfenglegu spili. Ég held að við sem búin að sjá allt frá honum sem við munum sjá. Það eina sem er spurningin hjá þarna er það mun hann geta svælt á kjörstað nógu mikið af sínum frambjóðendum og verður nógu mikið af frambjóðendum hennar einhverju hluta vegna ósátt til þess að hann nái að merja þetta. Og þannig að þá er það sem við förum að fylgjast með er hann að hvernig gengur honum að halda sínum kjósendum og stuðningsmönnum engaged og áhugasum og spenntu fyrir því að kjósa og er hún að fara að missa einhvern veginn dampinn. Eins og staðinni núna finnst mér það ekki líklegt, mér finnst það er frekar held ég líklegt að hann missi dampinn en hún sem birtist meðal í þessu að þú segir konur að það vinni hugsanlega gegn henni. Ég held að það vinni ekki gegn henni, ég held að það vinni frekar með henni og ég held ekki að það hafi verið það sem stjafi skipt neinum sköpum 2016, menn það var miklu frekar bara það að Hillary kemur inn í þetta með 20 ár af neikvæðri umfjöllun. Það gæti hafa haft eitthvað með fordómagafur konum að gera en á kjördag var það ekki það að hún væri kona og held ég það líka jafnvel að stafið frekar þá vann það gegn henni það var búið að leggja svo miklu áherslu á það að það sem að fólki finnst óþægild var að það væri verið að segja út að kjósa mig vegna þess að það er sögulegt moment fyrir mig þess að þú að kjósa mig, þá yrði ég það hefur svona atriði það hefur ekki snúist fordóma ég er bara að draga á ályktun að það hefur ekki verið kona í framboði fyrir Hillary og núna Kamala. Það hefur aldrei kona verið kosin í þetta embætti í Bandaríkjunum og ég bara er direkt á ályktun að það er meðal annars að því að það er bara rótgrónar í kvenfyrirlitning þarna í Bandaríkjunum heldur við ég er ekkert að efast það ég hins vegar bara að segja ég held ekki að það sé úrslita valdur í þessum kosningum sem neikvæður frekar jafnvel sem jákvæður og ástæðan fyrir því er svo að eitt af
kosningamálunum núna og eitt af kosningamálunum síðan síðustu 2 ár búin að vera rétturinn til þungunarrofs og það eftir að sem sagt, Trump skipar svona supermajority íhaldsmanna í Hæstarétti að þá Roe v. Wade snúið við og spurningin send aftur til fylkjana og þetta búið að vera svona lína repúblikana undanfarna áratugi að þessi spurning eigi að vera hjá fylkjónum en ekki hjá alríkinu eða Hæstarétti heldur eigi fylkjana að fá ákveða þetta sjálf og þetta búin að lína þeirra þetta þessu kemur Trump í gegn og búin að vera að hampa þessu sem einum af afrekum sínum og hann hafi sendt spurningun aftur til fylkjana en það kemur náttúrulega í ljós að í fyrsta lagi konur vilja ekki að þessi spurning sé hjá fylkjónum heldur vilja að hún sé ákveðin af alríkinum nýlega könnun sem sýndi það 74% kvenna telja að eru andsnúnar því að þetta sé undir fylkjónum komið og þegar að kjósendur hafa fengið tækifæri til þess að kjósa þetta í fylkjónum hafa þeir í hvert eitt og einasta skipti á síðustu 2 árum kosið til þess að vernda rétt kvenna til þungunarrofs frekar en til þess að skerðan og að þóttu að dómstólar og kjörnir fulltrúar repúblikana hafi verið yfirgnæfandi harðir á einhverjum að banna allt þungunarrof sama hvað kjósendur, jafnvel í þessum rauðu fylkjum ósammála þeim og það núna á kjörseðlunum í 10 fylkjum stjórnarskrárbreytingar til þess að tryggja rétt kvenna til þungunarrofs sem munu knýja konur á kjörstað og þegar eru komnar á kjörstað þá líklegra að það muni kjósa eins og konur hafa tilhneigingu til þess að kjósa í Bandaríkjunum sem demókrata. Þannig að það mun það að hún kona energisa það ennþá frekar. Þetta það sem að hvetur demókrata til þess að eða mögulega kjósa demókrata til að mæta kjörstað, það meðal annars þetta. Og hvetur kjósendur repúblikana til þess að setja heima vegna þess að Trump búin að vera, hann hefur verið að hefur til þessa verið að hampa því að honum hafi tekist að láta Hæstarétt snúa við Roe v. Wade. Núna þegar hann allt að horfa fram á það að kosningarna gætu verið þessi mjótt á munum milli hans og Kömulum að þá hann komin í eiginlegan vanda með þetta vegna þess að hann þarf núna að fara að stækka sinn kjósenda og reyna hann orðar þetta einhvern veginn svona að nú þetta val komið til fylkjana eins og allir vilja bara hafa það þannig orðar hann þetta einhvern veginn svona eins og það eins og oft gerist þegar dómur fellur verður komin til fylkjana þá flýst baráttan. Það ekki bara það heldur líka þungunarrof á kjörseðlinum í Flórida þar sem hann skráður kjósandi. Eins og hann orðar þetta þá það bara hluti af því það bara samkomulega að þetta bara fer best á því að hafa þetta bara í fylkjónum og ef þetta á kjörseðlinum þá það bara lýðræðisleg niðurstöða sem fylki komast að. En þá hann spurður að því hvað afstöðu hefur þú sem kjósandi í Flórida til og hann getur ekki og svo hann líka og þá af því að svo hitt það að það ekki búið að banna þungunarrof og þeir sem vilja láta banna vilja ennþá láta banna það og það eru partur af harðasta kjarna repúblikaflokksins og það eru margir líka svona jaðar one issue kjósendur sem eru ekkit endilega að fara að mæta á kjörstað út á einhvern allt annað heldur þetta skiptir þá gríðarlega miklu máli og tilraunir hans núna til þess að einhvern veginn baktrakka til þess að skilur segja ég þarf ekki lengur að hafa skoðun á þessu vegna þess að nú það bara hjá fylkjónum en jú, alríkið getur bannað aðgang að lyfjum og það getur bannað aðgang að lækningatækjum sem gætu ef alríkið vildi gæti það bannað þungunarrof algjörlega og þá auðvitað vilja kristnir íhaldsmenn sem vilja láta banna fóstureyðingar vilja að hann taki þess afstöðu hann ekki tilbúin til þess þannig að þá til þess að hafa repúblikan alltaf geta notað og senda með aftur til fylkjana það hefur alltaf verið leiðir út úr og geta móbilir sína kjósendur á kjörstað og það einhvern veginn svona leið út þetta ekki, sigurinn ekki unnin þannig að þú alltaf ástætt að koma og kjósa með aftur nú þeir eru svolítið eins og hundur sem alltaf skilur íkornið eins og Bandaríkjamenn segja svo þegar hann næri íkornið við hann ekki hvað ná að gera við hann og það vandi þeirra hans þessi, þannig ég held að meðalast þarna að þá sé hann í vanda með sína eigin kjósendur
Það þarf að fylgja kjósendum á kjörstað og þú nefnir hann dæmi sem að fær mögulega kjósendur demokrata til þess að mæta og það kynslóðaskiptin og það svona nýr tími og meiri von og alls konar. Hvað það hinum megin? Hvað það sem að repúblikanar ætla að nota til þess að þrýsta fólki á kjörstað? Maður sé að Kamala sé kommunisti? Já, bara þetta sama klassíska þetta sama klassíska nema þið geta ekki notað þungunrofið erfiðara fyrir þá það með Trump sem ekki skilur svona resolutely pro-life En heyrðu, ok, segjum þá að þú nú að talaði inn að það að Kamala verði kjörinn næsti forseti en ég er bara að spyrja þetta bara hvað spurning hvað gerist þá? Hún vinnur naumann sigur hvað gerist þá? Það bara þetta það sem eins og þetta lítur út núna, hún með nokkuð sannfærandi forskot á landsvísu upp á einhver 3-4% og það hefur ekki verið að gefa eftir þetta forskot og frekar síðan hún lýsti framboði verið að aukast. Það hefur verið gríðalegu viðsnúningur í öllum þessum battleground states sem þau þurfa að vinna og hún með nægt forskot í flestum ég held eins og staðin núna að þá lítur allt út fyrir að hún vinni og það ég held að sé líklegra að hún vinni sannfærandi sigur en að skilur hann vinni í fyrsta lagi það líklegra að hún mali hann en að hann vinni sannfærandi sigur ef hann vinnur þá það naumt og það kannski stóra spurningin mun þetta enda á sem Georgíu og ef þetta komið ef spurningin hvort að eitt fylgi og sérstaklega fylgi eins og Georgíu þar sem grassrót repúblikaflokksins hefur hefur tekið yfir kjörstjórnir með hvað sem maður segir kosningaafneiturum og það sem yfirkjörstjórn fylkisins hefur gefið lokal-kjörstjórnunum töluvert mikið frelsi til þess að véfengja niðurstöður og hefja endurskoðun og talningar og það sem ef mun að vera mjög tæpur að þá gæti þetta endað í einhverju slíku og þess vegna mikilvægast það að hún vinni mjög sannfærandi sigur og það sé þetta verði ekki bara spurning það hvort að Georgía færi svona eða hinsegin eða ég held að það sé líklegast að þetta verði sæmilega sannfærandi sigur og ég vona líka að svo verði vegna þess að sigur hans held ég að sé væri mjög slæmt fyrir Bandaríkin en ég held líka naumur sigur hans eða mjög naumur sigur hennar væri líka mjög slæmur vegna þess að það myndi setja af stað svona og það þessi áframhaldandi klárast aldrei einhvern veginn kosningarnar skilur þess að og fleiri Bandaríkjamenn sem mistu trúna á bara lýðræðiskerfinu já og bara af góðri ástæðu vegna þess að kerfið þá myndi við ekki vera að virka þannig að vonum að svo sé en við erum með 4 kosti það góður sigur Kamalu og þá bara líkur tímabili Trump í repúblikaflokknum og hann fer og sleikir sárin og finnur ykkur leið nei ég held og það annað það ég held að sannfærandi sigur hennar það mun vonandi setja tappan að einhver leiti eins vel og það hægt í þessa kosningunum var stólið vitleysu og þannig að það sé að taka það svolítið af dagskrá en ég held ekki að hann muni hverfa á sjónarsviðinu og það held ég að sé menn héldu að hann myndi hverfa á sjónarsviðinu eftir 7. janúar hann gerði það ekki hann satt bara áfram flokkselítan var tilbúin til þess að fordæman og en svo áttuðu menn sagði bara mjög hratt að hann var ekkert að fara hann ætlaði ekkert að gefa eftir og stuðningsmennars voru ennþá tilbúin til þess að styðja hann og flokkurinn einfaldlega held ég ekki með bein í nefinu til þess og ég efast ég sé enga ástæðlis ætla að hann muni bakka niður
hann muni fara til Mar-a-Lago og halda sér þar í. Hans eru líka út allt, þeir eru á þingi og þeir eru í fylkisþingunum og þeir eru fylkisstjórar og þannig að hann sko gríðarlegt pólitískt afl. Ég meina þegar hann hverfur á sjónarsviðinu auðvitað munur þessi síðan stöðningsmenn hans hverfa því að þessi hreyfingi kringum hann fyrst og næst kringum hann, hvort það getur einhver annar sem tekið við henni svo spurning, en ég held að á endan með repúblikaflokkurinn verður áfram flokkur Trump, hvort sem hann sigrar eða tapar. Það ef hann sigrar, ef hann tapar nógu sannfærandi og ef hann ef þið tapa meirihlutanum í þinginu sem góð líkur á að geri, allar líkur á að geri því að þið þurfa að verja það mörg þingsæti í Kaliforníu og New York sem demókratar ættu að eiga frekar auðvelt og sérstaklega í Kaliforníu sem nú Kamala Harris kemur þaðan. Þannig að demókratar geti náð meirihlutanum í þinginu, þeir halda honum í öldungadeildinu og ef þeir sigra mjög sannfærandi í forsetakosningunum líka þá geti það verið þannig skellur fyrir repúblikaflokkin. En flokkurinn held ég að hafi ekki neitt infrastruktúr eða neina leiðtoga eða neitt til þess að ýta Trump út eða setja fram einhvers konar valkostuðan innan flokksins og hvort að það síðan tekur 4 ári viðbót eða 8 eða hvað, en það gerist ekki strax eftir kosninga, það mun taka langan tíma, en að við erum ekki lausu Trump, en það hvort að hann jafn imminent ógn allt annað mál. Svo eru aðri kostir nauma sigur annarkos sem að við kannski förum yfir bara næstur og kemur. Já, nú eins og ég segi, ég held að naumur sigur hvort sem það hans eða hennar slæmur, sannfærandi sigur hans aldrei að fara að eiga sér stað. Það meina, ekki eins og kosningar, ekki eins og kann að líta út núna, en svo naumur sigur mun breikka þessa gjá sem að og fjölga aftur þessum beggja hötturum. Herðu, Magnús, takk fyrir að koma hingað og ræða þessum bandarísku kosningarnar. Ég fæði hingað aftur, það spennandi tíma framundan. Þið finnst gaman að fylgjast með þessu? Já, maður fylgjast með þessu. Getur ekki annað. Ok, hérna ekki. En ég ætla að sitja hérna áfram og reyna að skilja þennan heim sem við lifum í, samfélagið og okkur sjálf. Næsti kafli eftir augnablik. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, komið sæl og blessuð. Þið kannski heyrðuð viðtal sem við Gunnar Smári tókum við menntamálaráðherra í gær stöðu skólamála hér á Íslandi. Við höfum einkum verið að ræða grunnskólan. Nú viðtalið við menntamálaráðherra var hið 4. eða 5. í röðinni sem að við höfum tekið til að reyna að varpa ljósi á hvort grunnskólinn á Íslandi stríðir við alvarlegt vandamál eða ekki. Og Kristján Kristjánsson, Íslendingur, starfar við skóla í Birmingham og hann þekkir þessi mál nokkuð vel, okkur sagt. Við teljum að hann sé á línunni. Heyrirðu í mér, Kristján? Já, blessaður Björn, ég geri það. Blessaður og takk fyrir að vera með okkur hérna á Zoom. Þú ert prófessor við háskóla þarna í Birmingham og hefur býrð yfir töluvert mikilli, get ég orðað að OECD þekkingu á menntamálum. Já, við höfum unnið mikið af verkefnum víða um heim, ekki bara í Bretlandi, heldur með skólum í Asíu og Suður-Ameríku og Bandaríkjunum og svo allra síðustu árum þá hef ég líka unnið sem ráðgjafi fyrir OECD því að OECD að íhuga að breyta stefnumið í menntamálum sem myndi þá líka að hafa áhrif á PISA-prófin í framtíðinni. Það er mjög spennandi verkefni en eins og við kannski ræðum betur seinna þá fer OECD áfram á hraða snígilsins og einstök aðildarríki hafa neitunarvald líka þannig að alla breytingar eru mjög hægfara hjá OECD. Einmitt.
og þetta tengist beint þeirri umræðu sem að hefur verið hér við Rauða borðið. Hann sagði Ragnar Þór Pétursson að við þyrftum kannski að endurskoða markmið menntunar að einhverju leyti. En ef ég bið þig að bregðast kannski upphafi þessa samtals við slöku gengi Íslands í PISA. Já, ég kannski nú ekki alveg rétti maðurinn til að fjalla það núna vegna þess að ég flutti frá Íslandi 2011 og hef ekki fylgst grannt með þróun mála síðan þá, en það reyndar tvennt sem ég vildi nefna í þessu sambandi samt sem áður. Það fyrra að það ekkert nýtt að við vitum að kennsla og kennarastarfi nýtur ekki sömu virðingar á Íslandi eins og það gerir í mörgum löndum, til dæmis Finnlandi og Eistlandi og löndum sem að skora hæst í PISA. Bara svona sem gaman saga, þegar pabbi gamli bílaðist í baki og gat ekki unnið lengur í gróðurhúsunum í Hveragerði, þá var hann dubbaður upp í að verða fyrsti skólastjórinn í Þorlákshöfn. Ég held að hann hafi staðið sig ágætlega í því, en hann hafði enga burði til þess að kenna. Og við munum líka til Ólafi Kárasyni sem líklega yrði kallaður barnaperri í dag. Hann var gerður að barnakennara svo hann þyrfti ekki að segja sitt í sveitar. Þannig að þessi virðingi fyrir kennarastarfinu og hvernig talað kennara og skóla við eldhúsborðið heima er ekki það svo sama eins og til dæmis í Finnlandi, þar sem að kennarastarfið nýtur mikilla virðingar og kennaraskóla geta valið úr umsækjendum. Þeir geta valið fjórðunginn af bestu umsækjendunum til að komast inn í kennaranám. Þannig að þetta er gamalt vandamál á Íslandi. Þetta útskýrir ekki kannski lakara gengi á allra síðustu árum, en þetta útskýrir svona almennt lagt gengi Íslands í menntamálum. Einmitt. Hitt atriði sem að kannski ég hef ennþá meiri áhyggjur af heldur en þess að hefðbundnu PISA-skor tölur niðurstaðan sem að kemur í þessum auka spurningum sem að alltaf lagða fyrir hjá PISA í ýmis konar tilfinninga og félagslega þætti, og þar skora íslensku börnin mjög lágt á sumum sviðum, alveg áberandi lágt. Þau meta sig tiltölulega hátt varðandi þrautseigju og streituþol, sem að kemur kannski á óvart, en þau telja sig hafa mikla þrautseigju og streituþol sem eru kallað framkvæmda dygðir, en þau skora mjög, mjög lágt í forvitni sem vitsmunadyggð, og líka í samkennd og samvinnu sem eru svona siðferðis og borgaradygðir. Þannig að þetta veldur mér miklum áhyggjum, því að ég hef mikið verið að skoða einmitt siðferðis og tilfinningaþroska og tengsl hans við andlega heilbrigði og námsárangur og fleira. Þannig að þetta er spurning sem að mér finnst ennþá meira aðkallandi heldur en spurningin af hverju við skorum lágt í læsi og svo framvegis. Hvers vegna eru íslensku börnin að meta sig svona lágt í siðferðis og borgaradyggðum? Þetta finnst mér mjög áhugavert. Ég hefði ekki heyrt þetta með forvitnina. Það hafa verið skrifaðar fréttir samkenndina, hún væri minni hér en í þeim löndum sem við berum okkur saman við. Ef við reynum að velta þessum tveimur þáttum fyrir okkur, þú ert heimspekingur að mennt, prófessor, doktor í heimspeki og þekkir þennan málaflokk vel. Hvað gæti skýrt að íslensk börn búi yfir minni samkennd en félagar þeirra í nágrannalöndunum? Það aftur er spurning. Maður þarf að leita einhverjum sögulegum skýringum. Ein skýringi kannski svo að það hefur ekki verið lögð mikil áhersla á þetta í íslenskum skólum. Gamla daga átti kristinfræðin að sinna þessum þáttum, svo dettur hún út. 1999 kemur lífsleiknin inn, en hún er mjög illa undirbúin á margan hátt og kennurum fannst þeir ekki tilbúinir til þess að sinna henni, og hún einhvern veginn gekk ekki nógu vel. Við gerðum rannsókn á þessu kringu 2005 og þá komu ljós að einungis fjórðungur af skólum var að nýta lífsleikni tímana til þess að reyna að byggja upp siðferðis og tilfinninga þroska nemenda.
Svo koma grunnþættirnir inn, það ekki 2012 eitthvað það bil og þar náttúrulega þættir eins og velferð og lýðræði og ýmiss konar siðferðileg og borgaraleg gildi en aftur virðist innleiðing þeirra ekki hafa gengið nógu vel og Ragnar Þór í sínu ágæta viðtali við þig daginn að hann vildi nú einkum kenna einum tilteknum menntamálaráðherra að grunnþættirnir náðu ekki fótfestu í skólum. Ég þekki það ekki sögulega hvort það rétt eða ekki en allavega það hafa verið gerðar tilraunir til þess að efla áherslu á velferð og samkennd og ýmiss konar tilfinninga þætti í íslenskum skólum aftur og aftur en einhvern veginn hafa þessi strandhögsverkefni ekki gengið upp. Er mögulegt að einstaklingshyggjan og stundum hún talin angi á nýfrjálshyggjunni hafi skotið sterkari rótum hér en víðast hvar í kringum okkur? Já, þú ert að spyrja mig svo margar svona félagsfræðilegra spurningar sem ég get ekki svarað en bara með einhverjum svona tilgátum út í lofti. Það geti vel verið. Ég held líka að Ísland hafi kannski tekið skilaboðin frá OECD en þá alvarlegar heldur en mörg önnur lönd. Við höfum hlustað mjög mikið á OECD og óneitanlega síðan í kringum 1970 þá hefur OECD verið með mjög skýra stefnu í menntamálum sem er kölluð mannauðskenningin menntun og sem gengur út á það að megin tilgangur menntunar sé að koma fólki til bjargálna efla efnahagslegt öryggi einstaklinga og efla framleiðslu á þjóðartekjur. En þetta eru svona hörð efnahagsleg gildi og allt annað sé það bara svona auka geta þeirra. Hugmyndin í OECD var að til skamms tíma ef ættir að koma fótunum undir fólk efnahagslega, bæði sem einstaklinga og sem hópa þjóðir, þá muni allt hitt veitast þeim að auki. Þá muni andlega heilbrigði batna og samkennd og samvinna og svo framvegis sem að ég held að sé kannski að vera að snúa við orsök og afleiðingu. Já. Þannig að þetta geti verið ein skýringin að við höfum einhvern veginn tekið þessi efnahagslegu gildi menntuna mjög alvarlega á Íslandi og talið þau kannski undirrót alls hins. Já, lagt of mikla áherslu á það sem Ragnar Þór talar sem mannauðsstefnu fyrir atvinnulífið, fyrir fyrirtækin en ekki lagt nógu mikið upp úr því að koma góðum börnum í gegnum skólakerfið. Já, og það merkilega núna að það sem OECD að gera er að íhuga alvarlega að leggja þessa mannauðskenningu á hilluna og taka upp hugmyndum farsæld eða blómstrun sem er þýðing á gamla gríska hugtakinu eudaimonia, það er að segja svona hlutlægur velfarnaður, taka það upp sem megin gildi menntunar og vitandi það að Ísland tekur alltaf allt mjög alvarlega sem að kemur frá OECD, þá er ekki ólíklegt að þetta myndi kalla á stefnubreitingu í íslensku menntamálum ef að OECD kemur sér saman um þetta, en þetta er enn á umræðustigi hjá þeim og eins og ég sagði í upphafi að það eru viss lönd innan OECD sérstaklega í það sem var kallað í gamla daga þriðji heimurinn sem að vilja ekki leggja mannauðskenninguna á hilluna vegna þess að þau segja allt þetta tal samkennd og samvinnu og mannkosti og annað þeim séu svona mjúk vestræn gildi sem að þau bara hafa ekkert efni á því að vera að fjalla það sem að þau verða að gera sé að koma fólki til bjargáluna fyrst. Einmitt. Síðan getur það fara að tala mjúkugildin seinna. Já, viðhorf þjóða til þess að kann að ráðast að einhverju leyti af þróunar og velmegunar og efnahagstigi. Já, en samt sem áður eins og ég held að Ragnar hefði nefnt við því daginn að það merkilega er að þrýstingurinn á OECD að breyta stefnunni í menntamálum í alþjóðlegu samhengi kemur frá þeim löndum sem að skora hæst venjulega. Þau lönd sem hafa verið háværust eru Ísland, Singapúr, Hong Kong, Suður Kórea, Tævan. Þetta eru löndin sem að venjulega raða sér í efstu sætin í sambandi við bæði læsi og
og starffræði eða raungreinar. En þau segja, jú, það vissulega mjög notalegt að vera alltaf í efstu sætunum, en þetta endurspeglar ekki ástandi hjá okkur vegna þess að við erum að glíma við stórkostlega faraldur andlerar vanheilsu hjá ungu fólki og mjög háa sjálfsvígstíðni og fleira, þannig að þetta eru löndin sem að segja að OECD sé að mæla eitthvað rangt eða mæla hluti sem að kannski skipta ekki öllu máli eða mestu máli í menntun. Það einmitt það sem þú kallar stórkostlegan faraldur andlegrar vanheilsu sem ýtir undir þörfina hvað helst á endurskoðun þeirra gilda sem að við höfum tileinkað okkur inn í skólastofunni? Já, og þetta er alþjóðlegt vandamál. Það er merkilega. Þetta er ekki eitthvað sem er bundið við bara, segjum, vestræna heim eða Evrópu eða Bandaríkin. Þetta virðist verið að gerast allan heim og samfélagsmiðlum og snjallsímum og ég ætlaði að spyrja þig fyrir ekki að grípa fram í fyrir þér, en að hvað miklu leyti rekur það til tæknibreytingarna, samfélagsmiðlana og þeirra menningarbreytinga sem hafa orðið í tengslum við það að við virðumst vera með tækni í höndunum sem við kunnum ekki alveg að fara með? Jú, örugglega hefur þetta eitthvað að segja og kannski mjög mikið að segja. Ég vil nú ekki ganga eins langt eins og sálfræðingurinn Jonathan Haidt í nýjustu bóksinni The Anxious Generation, þar sem hann raunverulega kennir samfélagsmiðlum og snjallsímum allt sem er að fara úrskeiðis hjá ungu fólki varðandi andlega heilbrigði og hamingju á síðustu árum. Ég held að mjög mikið af því sem að talaður sem andleg eða geðheilsu vandamál hjá ungu fólki í dag séu siðferðilega tilvistarlega vandamál sem að hafa með það að gera að ungu fólki gengur mjög illa að finna einhvern tilgang í lífi sínu eða merkingu í náminu sem að þeir eru að stunda. Að ég hef kynnst mörgu ungu fólki sem að hefur háa greindarvísitölu og alla burði til þess að standa sér vel í námi og starfi, en einhvern veginn bara finnst það ekki hafa fundið sína hillu í lífinu eða sjá engan tilgang í því sem að verið að bera á borð fyrir þau í skólum. Þannig að, og þetta er eitt af það sem OECD er að leggja áherslu á núna, þar að segja þetta farsældar hugtak sem að OECD er að vinna með, það byggist á 6 þáttum sem þeir vilja leggja áherslu á. Það er náttúrulega lífshamingja og heilbrigði, það er tilgangur og merking í lífi og námi og starfi, og það eru tengsl, vináttutengsl við annað fólk, við önnur börn og aðra unglinga og svo náttúrulega líka efnahagslegt öryggi. Þeir eru ekki alveg að leggja efnahagslegu gildin af hilluna en þau eru orðin bara einn af 6 undir þáttum farsældar í þessari nýju hugmyndafræði OECD. Lærdómurinn til okkar foreldra og ef til vill kennara líka er sá að við þurfum að leggja af þá efnishyggju sem að við höfum reynt að innræta börnum okkar. Já, og einhvern veginn að gera námið og kennsluna áhugaverðari, þannig að nemendur sjái tilgangin í því að mæta í tíma í sögu eða líffræði eða dönsku eða hvaða grein sem er og að þetta hafi eitthvað með þeirra líf og þeirra framtíð að gera, og það virðist sem þetta hafi glatast að töluverðu leyti, og unglingar í dag gera miklu meiri kröfu að fá réttlætingu. Hvers vegna á ég að læra þetta? Hvers vegna skiptir þetta máli? Kannski þegar á okkar aldri, Björn, þegar við vorum í grunnskóla eða unglingaskóla eða framhaldsskóla, við einhvern veginn bara tókum þetta sem gefið, að þetta væri bara eitthvað sem allir hreist að læra en núna stendur unglingum og ungu fólki til boða svo margt annað heldur en þetta nám. Þannig að ég held að við sem að vinnum í menntageranum þurfum að vera miklu virkari í að reyna að sýna þeim fram á hvers vegna skiptir þetta máli, hvað hefur þetta að gera með farsæld þína og framtíð. Einmitt, Kristján, þau eru náttúrulega svo miklu betur upplýst en við vorum á þeirra aldri. Harði diskurinn á 10 ára gömlu barni er fullur af alls konar upplýsingum sem að
voru ekki fyrir hendi þegar við vorum börn. Maður hefur einnig undrast á seinni árum sko mat okkar, viðhorf, gildi. Ég nefndi það nú í síðustu viku að manngildin eru hér svolítið mæld af því hverjir eru í tekjublaðinu sem nýkomið út hér á Íslandi, hverjir höfðu mestar mánaðartekjur í fyrra. Þegar mér finnst sjálfum persónulega og ámarga vini sem eru sömu skoðunar að í raun hafi það miklu meiri þýðingu fyrir okkar skömmu tilvist hér hvort við séum til dæmis góðir foreldrar eða ekki. Hvernig snýr maður af þessari braut? Já, einmitt, ég held að ein leiðin sé að leggja miklu meiri áherslu heldur en núna er gert í skólum og ekki bara á Íslandi á það sem ég kalla mannkosti. Við getum kannski kallað það dygðir líka, en dygðir er svolítið erfitt orð á íslensku vegna þess að það eru 2 orð sem eitt skrifað með 1 G og annað með 2 G og við erum ekki að tala dygð með 2 G, það er að segja vera dyggur þjónn, við erum að tala dygð sem er dregið af dugur, það er að segja dygð með 1 G, kannski betra að kalla það mannkosti. Og ég skipti oft mannkostum í 4 þætti, það er að segja við þurfum að hafa auðvitað vitsmunadygðir og það eru nú oft ræktað sæmilega í skólum, og við þurfum að hafa líka siðferðilega dygðir eins og samkennd og réttlæti og umhyggju, og við þurfum að hafa borgaradygðir eins og félagslegt réttlæti, og svo þurfum við að hafa líka framkvæmdadygðirnar eins og þrautseigju og seiglu og svona baráttu vilja og samvinnu hæfileika. En ég held að þegar að þó margir séu farnir að tala mikið mannkost í dag, sérstaklega en að jákvæða sálfræði og þessi meiri áhuga á þessu í skólum heldur en var, þá séu þetta oft bundið bara við svona framkvæmdadygðirnar, það er að segja efla þrautseigju og seiglu, að nemendur geti náð sér eftir áföll og spjarað sig í lífinu, sem auðvitað er mikilvægt, og við sjáum að íslensku unglingarnir meta sér tiltölulega hátt á þessu sviði, kannski vegna þess að það er lögð áhersla á það í skólum, en miklu minni áhersla á siðferðis borgaradygðirnar og jafnvel vitsmunadygðirnar eins og forvitni. Og ein sérstök dygð sem ég hef mikinn áhuga á og held að sé afskaplega mikið vanrækt í skólum er það sem ég vil kalla djúpa undrun eða jafnvel lotningu fyrir umhverfinu, fyrir náttúrunni, fyrir bara lífinu í heild. Og þegar ég átti barn í skóla þá var ég mjög óvinsæll á foreldrafundum fyrir að gera sífellda athugasemdir við hvernig greinar eins og móðurmál og eðlisfræði voru kennd, þar sem var bara lögð áhersla á staðreyndir og spurt á prófum hvað hét amma Gísla Sússonar og svo framvegis, en ekkert reynt að nýta þessar auðlindir sem eru bókmenntirnar og listirnar og svona djúpar kenningar alheimin í eðlisfræði til þess að efla lotningu nemenda fyrir lífinu og tilverunni. Það sem að Ólafur Kárason, svo ég vitni aftur í hann, kallaði kraftbirtingar hljóm guðdómsins, að ef fólk spurt að því hversu ofta fann fyrir lotningu í skólastofunni, eða jafnvel bara hversu ofta komst í flæðis ástand í skólastofunni, þá svara flestir því að þetta hafi gerst mjög sjaldan eða aldrei í þeirra skólagöngu, nema kannski helst þegar þeir voru komnir í háskóla. Þannig að þarna er eitthvað sem ekki verið að gera rétt, vegna þess að til hvers eru bókmenntir skrifaðar, til hvers skrifuðu höfundar Íslendingasagnanna, Íslendingasögurna, til hvers var Shakespeare að skrifa sín leikrit. Hann var ekki að gera til þess að kenna fólki góða meðferð á tungumáli eða að telja hversu margir dó í einhverjum bardaga, heldur þeir voru að gera til þess að opna augu fólks fyrir ýmiss konar tilvistra vandamálum og siðferðilegum spurningum sem vekja upp djúpar hugrenningar það sem máli skiptir í lífinu. En þetta virðist ekki einhvern veginn síast inn í nemendur í skólum, jafnvel í greinum þar sem þetta liggur beinast við, eins og í bókmenntum og í bókmennta- og listgreinakennslu.
En þú myndist aðeins á það áðan að kristinfræði kennsla hefur jú verið lögð af og þar með kannski minnkar umræðu vettvangur fyrir hluti sem margir telja æskilegt væri að börnin hlytu menntun í. Má greina það hjá þér að þú tellir það mistök að við höfum lagt af kristinfræði kennslu hér? Ekki endilega vegna þess að ég held að eins og kristinfræði var nú kennd eða eins og þetta var kallað þegar ég var í skóla bara biblíusögur og þá var þetta ekki nótal sem kennslutæki til þess að vekja upp spurningar um siðferðilega klípur eða vandamál sem að unglingar standa frammi fyrir, þannig að þetta var bara kennt eins og bara hverju nú saga og voru spurningar og prófum voru bara hver sagði hvað og hverju voru á þessum fundi með Jesú Kristi og hverjir ekki, þannig að ég held að en kannski það endilega hafi ekki verið stórt áfall að þetta hafi verið lagt til hliðar en ég held að nemendur sérstaklega á unglingsárum þyrsti í umræður tilvistarlega spurningar, sérstaklega nú á dögum þegar að fólk miklu opnari fyrir því að það þurfa að skapa sína eigin sjálfsmynd heldur en að kannski við vorum á þessum aldri Björn og nemendur sem eru kannski 12, 13, 14 ára að þeir eru að spyrja sig beint og óbeint djúpra spurninga hver er ég, hver vil ég vera jafnvel spurningar kyngervi og fleira, þannig að ef þið fá ekki útrás fyrir þessa þörf í skólastofunni þá annarkort bælist bara þessi þörf niður hjá þeim eða þeir fá útrás kannski á óheppilegri stöðum. En má ekki álykta að siðferðis þorstinn eða sveltið, sem sagt það sem að skortir á að við svölum siðferðis þorsta barnan okkar má ekki velta því fyrir sér hvort þversögnin að vera til að vera ungur í dag, er það ekki siðferðisleg klemma að börnin alast upp við mikinn umhverfiskvíða, þau alast upp við mjög óljósa framtíð en á sama tíma áttaðu sig á því að við erum ekki að gera neitt til þess að bæta hlutskiptið þeirra? Jú, en það er svolítið merkilegt að við hefum oft lagt svona spurningar fyrir nemendur á unglingsaldri hvað þeir telji vera alvarlegustu vandamálin sem þeir standa frammi fyrir á dagsdaglega og þá erum við kannski frekar að tala svona hversdagsleg vandamál heldur en stóru spurningarnar framtíð heimsins og náttúrunnar og yfirleitt þá gefa þau svör að það séu siðferðilega klípur þar sem að 2 eða fleiri dygðir eða mannkosti stangast á, það er að segja til dæmis hvað ég að gera ef að trúnaður við vini stangast á í heiðarleika gagnvart skóla yfirvöldum ef ég veit að vinurinn hefur gert eitthvað af sér og kennarinn spyrir mig hvort ég veit eitthvað hver sé ábyrgur fyrir þessu broti er það vináttan sem að vissulega er gildi og dygð og mannkostur á hún að vega þyngra eða heiðarleikin gagnvart skóla yfirvöldum og ein spurninga bara heiðarleika versus góðvild, þar að segja ef að vinur minn spyrir mig hvað mér finnst einhverja ákvörðun sem að hann eða hún hefur tekið og ég tel hann að vera vitlausa eða ranga á ég þá að vera vinur sem til vams segir eða á ég bara styrkja viðkomandi og segja þetta er frábært, ég styði í öllu sem þú gerir, þannig að það virðist vera að nemendur á þessum aldri þegar einn siðferðilega sjálfsmynd er að myndast svona aldriðin 12 til 15 ára að þeir séu bara nánast á reki, þeir veit ekki hvað þeir eiga að gera og þeir fá ekki svör við þessum spurningum eða tækifæri til að ræða þær í skólastofunni nema hjá einstökum kennurum og nú vil ég alls ekki vera einhverja palladóma að íslenski kennarar upp til hópa séu ómögulegir. Þetta er mjög mikið af mjög góðum kennurum sem er að gera góða hluti en
og eins í öðrum löndum og flesta rannsóknir sem við höfum gert náttúrulega eru ekki á Íslandi, það eru í öðrum löndum en almennt sé bara yfir línuna þá virðist vera að unglingar þrái miklu meiri tækifæri til þess að ræða siðferðileg og tilvistarleg vandamál í skólastofunni og þeim finnist þeir ekki einhvern veginn finna til lotningar eða komast inn eitt svona flæðisástand þar sem við gleyma tímanum vegna þess að það sem við verðum að gera er svo spennandi og skemmtilegt. Ég skil, þeirra siðferðislegu spurningar varða mest þeirra eigin líf eðlilega, enda eru börn sjálfleg og þurfa að vera sjálfleg á þessum aldri frekar en að vera allt of upptekin af þjóðfélaginu eða samfélaginu. En myndir þú segja, Kristján, að það þurfi róttæka stefnubreytingu í menntun íslenskra barna og aðeins tengt því sem þú sagðir í upphafi okkar spjalls að hér hefði ekki verið borin sama virðing fyrir kennurum og í mörgum öðrum löndum. Getur það einhvern veginn brugðist við þessum tveimur spurningum í einu svari? Ég er nú alltaf mikill aðdáandi kenningar Willy gamla Brandts í Þýskalandi það sem hann kallaði die Politik der kleinen Schritte, það er að segja pólitíkin stuttur skrefa. Ég held að róttæka breytingar í menntamálum hafi nú sjaldan gefist mjög vel, þannig að við þurfum að beita svona smáskammtalækningum. En þetta er deiluefni og til dæmis einn af háværustu talsmönnum farsældar menntunar í skólum sem John White í Bretlandi, að hann segir að það sé tómt mál fyrir OECD að tala að breyta á mannauðskenningu yfir í farsældarkenningu nema á sama tíma að nánast gera kröfu að stundatöflunni sé bara umbylt. Það er að segja John White segir að ef við berum saman stundatöflu í dæmigerðum grunnskóla í dag og í dæmigerðum grunnskóla í upphafi 19. aldar þá sé þetta nánast það sama sem verið að kenna. Það er sömu greinarnar þó að heimurinn hafi gjörbreyst. Milli 8 og 9 það móðurmál, á milli 9 og 10 það stærðfræði, á milli 10 og 11 líffræði og svo framvegis. Þannig að eina sem hefur breyst er að upplýsinga og tölvutækni hefur komið inn. Og svona kristinfræði dottið út, en öðru leyti þetta nánast það sama og John White segir við þurfum að gjörbylta skóladeginum þannig að allt sé kennt þemabundið. Á milli 8 og 9 á mánudagsmorgni til dæmis tími hlýnun jarðar, á milli 9 og 10 stríð og frið, á milli 11 og 12 heilbrigði og velferð og síðan kæmu bara kennarar inn með ólíka sérþekkingu og kenndu þessi þemu. Er þetta góð hugmynd hjá honum? Er þetta góð hugmynd hjá honum? Já, svona fræðilega séð er þetta góð hugmynd vegna þess að það sem hann er að segja er að ef við lítum bara á hvernig stórfyrirtæki eins og Google leysa úr vandamálum, að þau leysa ekki úr vandamálum greinabundi, þau fá ekki bara einhverju sérfræðinga á þröngu sviði til að koma saman í hópa og einangrað og ræða vandamálin, heldur reyna að fá sem breiðastan hópa fólki með þekkinga á ólíkum sviðum til að leysa vandamálum. Þetta er allt gert í teimum og hópum nú á dögum, þannig að fræðilega séð held ég að þetta sé alveg réttmætt hjá John White að stundataflan er auðvitað mjög gamaldags og bindur hendur kennara talsveit mikið, en á sama tíma að því ég er mikill pragmatisti að þá óttast ég að ef að við segjum við getum ekki breytt neinn í skólanum bara með algjörri kollsteypu að þá séum við bara útiloka nokkuð breyting eigi sér stað. Hitt atrið sem ég vildi nefna í sambandi við breytingar er að við þurfum auðvitað, ef við ætlum að breyta einhver í skólum þá þurfum við að breyta kennaramenntun. Það er fyrsta skrefið og því miður ef við rannsóknum okkar á bara vellíðan og stöðu kennara víða heim eru mjög neikvæðar og mjög mikið útkulnun í kennarastéttinni, það er að segja fólk sem bara kulnar út mjög hratt og yfirgefur kennslu. Það sé eitthvað 30-40% af kennurum í Bretlandi sem að yfirgefa kennslu eftir innan 3-4 ára. En það er líka eitthvað sem maður mætti kalla innkulnun, sem er kannski enn alvarlegra heldur en nokkuð tíman útkulnun. Og innkulnun er þegar að
kennarar yfirgefa ekki kennsluna heldur halda áfram að kenna en hafa gjörsamlega mist allan eldmóð og eru bara að nánast að telja mínúturnar þangað til dagurinn er búinn og árin þangað til komast á eftirlaun. Þannig að þetta er auðvitað mjög alvarlegt líka og kannski bitnar enn meira á nemendum heldur en útkulninu því að þeir sem að kulna út þeir yfirgefa þó skólan en þeir sem að kulna inn þeir halda áfram að kenna án þess að hafa eldmóði. Já. Og mjög góð spurning sem ég er oft spurður þegar ég er að tala farsæld sem markmið menntunar þegar ég er að ræða með þetta við kennara víða mig heima þá spyr ég mig venjulega alltaf heldurðu virkilega að við getum breytt kennslunni í þá átt að efla farsæld nemenda á meðan að við sjálfir erum ekki með á hreinu hver okkar eigin farsæld og hvernig hægt að efla hana. Þannig að fyrsta skrefi til þess að efla farsæld nemenda er að efla farsæld kennara og skólastjóra og skólayfirvalda og það verður ekki gert nema með talsverðri róttækri breytingu held ég á kennaranámi. Þannig að þetta var mjög langt svar við stuttri spurningu en almennt held ég að svarið yrði já, ég held að það sé þörf fyrir róttæka og hraða breytingu á kennaramenntun en ég held hins vegar að breytingar í einstökum skólum verði bara eðlisínu samkvæmt að gera svona tiltölulega hægt því að ella verði þetta bara einhver strandtöksverkefni sem að dagar upp í mjög fljótt. Já. Má ég svona í lok viðtalsins skilja við þig með nokkrum hraðaspurningum einstök atriði? Allt í góðu. Þú ert að norðan, pabbi þinn er Kristján frá Djúpalegg, skáldið góða. Það mun hafa verið Akureyri sem hefur tekið það skref nú að banna síma er það 8. til 10. bekk, ég er ekki alveg klára á þessu máli, en sem sagt Ragnar Þór var ekki hrifinn af þessu, taldi það nánast stangast á við lög. Ert þú með skoðun á því hvort þið Bjarta Norður er að ganga til góðs í þessu máli eða hvernig að umgangast þess tækni? Ég hef nú ekki sterka skoðun á þessu, ég held að alla svona ákvarðanir verða að skoða bara í ljósi svona skóla menningar og skoða staðblægin og söguna og menninguna á viðkomandi stað en almennt séð þá er náttúrulega eitthvað mjög undarlegt við það að það sé verið að banna á tækni sem að kemur til með að nánast vera lykill okkar að þekkingu í framtíðinni þannig að ég er hræddur að það sé ekki ein lausn til frambúðar að bara að banna nýja tækni heldur miklu frekar að reyna að velta fyrir sig hvernig hægt að virkja hana til góðs. Sumpart verða þau enn meira ósjálfbjarga við þessa breytingu skils mér þau sem eru með til dæmis greiðslukortið í símanum, síminn hefur verið tekin að þeim að mótni, þau get ekki farið út í bakari og keypt snúðin sinn. Akkurat. Já. Svo er annað klukkan 9 hefjast grunnskólar hér á höfuðborgarsvæðinu hygg núna í vetur og það hefur verið mikið talað að skólar sem nefnendur þurftu kannski að mæta 10 mínútur yfir 8 eða korter yfir 8 að þeim myndi reiða verra af, þeir myndi sofa minna. Skiptir þessi breyting miklu? Munum við sjá betri lýðheilsu og þar með betri líðan og betri námsárangur hjá börnum á Reykjavíkursvæðinu eftir að skólagöngu var seinkað þannig að ég held ég fari rétt með það að engin börn fari núna í grunnskólanum fyrir klukkan 9 á mótnana? Já, mér kæmi það ekki óvart að þetta væri góð breyting. Það er vitað að ýmiss konar líffræðilegir og líkamlegir þættir hafa mikil áhrif á bæði áhuga, hvöt og námsárangur og til dæmis það er vitað að börn sem að mæta í skólan á fastandi maga og hafa ekki fengið hafragrautinn sinn áður en að kennsla hefst þau einfallega bara hafa ekki þol til þess að læra þannig að vissulega skipta ýmiss konar lífeðlisfræðilegir þættir mjög miklu máli þarna líka. Þó mínar rannsóknir snúist nánast eingöngu mannkosti og farsæld í skólum að þá megum við alls ekki horfa fram hjá lífeðlisfræðinni heldur. Einmitt.
Þá fer nú tími okkar að verða allur, Kristján, en hérna ég þér mjög þakklátur fyrir að hafa gefið þér tíma frá þínu störfum til að heyra, til þess að tala við hlustendur og áhorfendur samstöðvarinnar. Kannski svona allra síðast, ég man að Ragnar Þór vitnaði til þín og sagði að hefðbundin menntun ýtti ekki sem skildi undir að barnið upplifði undrið í veröldinni. Þú hefur aðeins komið inn á þetta í okkar spjalli, en þetta ekki bara svona verkefni sem við þurfum sameiginlega að hlúa að? Jú, ég hvet alla sem ekki hafa hort á viðtalið við Ragnar Þór að gera það. Hann afskaplega mælskur og réttsýnn og einhver var að stinga upp á því að hann í menntamálaráðherra. Já, ég sá það. Þannig að ég alveg saman því sem að Ragnar segir og þetta sem að hann kallar undrun og ég myndi kalla kannski frekar lotningu. Vegna þess að það meira heldur en bara forvitnið undrun. Það þessi svona tilfinning sem maður fær þegar maður stendur á súlutindi og sér norðurljósin og skynjar svona stærð alheimsins og sína eigin smæð í alheiminum. Það þessi tilfinning fyrir því að heimurinn sé undur og nemendur fá ekki þessa tilfinningu nógu mikið í æð í skólum í dag. Einmitt. En við fáum kannski að heyri þér aftur síðar, Kristján Kristjánsson, prófessor í Birmingham. Kærar þakkir fyrir spjallið og hérna gangið þér vel í þínum rannsóknarstörfum. Sömuleiðis, þakka fyrir, Björn. Og þá er komið að næsta kafla hér við Rauðaborðið. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Allt það besta er ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það er betra. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Já, það er komin út bók sem er eftir Ívar Örn Katrínason og hún heitir Ég ætla að djamma þar til ég drefst, endurminningar. Svo vel til að Ívar Örn er hérna hjá mér og hefur þar ekki tekist þetta ætlunar hlutverk sitt að djamma þar til þú drepist. Nei, ekki þannig. Þú reyndir? Ég reyndi, ég gaf mjög heiðulega tilraunir til þess. Já. En það má segja að ég hafi dáið sjálfum mér. Já. En þetta er, hérna, þú skrifar þetta og gefur þetta út og þú ert sögu hetjan, en þú ert ekki beint, þetta er ekki hetjusaga. Já, það er önnur hetja í þessari sögu. Já. Og hérna, það er Jesús. Já. Sem ekki verða þinn, en þú tilleikar bókina mömmuðin eins og þau? Já, ég geri það. Herðu, en þetta er hérna ferðalag til helvítis, eða hvað? Þetta er það vissulega. Ferðalag langt inn í myrkrið og hérna ógeðslegt ofbeldi og ógeðslegan sársauka. Og þú ert í mikilli neyslu, en þú ert líka bara virkur í undirheimunum. Já. Þú varst að selja dóp og varst að berja fólk fyrir peninga. Já, á tímabil sem að það var mikið ofbeldi og hérna, þetta er allt svona, þetta er svo mörg tímabil, þetta er svo langur tímabil þegar ég var að brjótast inn og selja þýfi, tímabil þegar ég var bara að selja og svo handrökkuna tímabilið og svo byrjaði ég að smygla og byrjaði að flakka milli landa og þá var ég komið með aðra í að rukka fyrir mig. Já. Og hérna. En þú skrifar þessa bók af því að þú rætaðir út. Já. Og ert líklega að segja öðrum sem er á svipuðum stað í ömurlegri myrkrakompu helvítis að það sé til leið út. Já. Ég byrjaði ekki að skrifa bók. Ég byrjaði að skrifa til að takast á við áfallastreituröskun. Það var mér ráðlagt það af prestinum hann upp á Kolsvelli. Og mamma ákvað að gera það sama á sama tíma. Og þannig að Þú ert á sinni áfallastreitu sem og þú ert áfallið eða? Já, ég og Rikki, bróður, Stormur, höfum náttúrulega bara verið mikið áhyggjuefni fyrir henni í gegnum árin. Og
En þá byrjaði ég að skrifa semst bara til að takast á við þetta og vera að lesa fyrir mömmu svona annars slagið og hún segir mig, Ívar, þú verður bara að skrifa bók. Og þannig að ég held áfram að skrifa í þeim stíl, eða fattaru, bara koma þessu öllu út og þegar þetta fer að svona, lítið út fyrir að geta vorið bók, þá stingur mamma upp á því við tölum við Friðrik Erlingsson, hann setti vinurinn af mömmu og býr á Hvolsvelli og ég sýndi honum og honum leist rosalega vel á þetta og hann hvatti mig áfram las yfir tvisvar sko þegar hún var komin í svona loka mynd og það var svakalegur stuðningur og mikil hvatning og þú gefur þetta út sjálfur, reyndur að fá aðra til að gefa þetta út? Já, ég sendi hana á forlagið, þeir sögðu nei og sendi hana á Bjartu veröld og þeir sögðu nei og eftir það ákvað ég að gefa hana út sjálfur. Og svo er nei svona því að það komu engar svona sögur það er búið að segja þær oft og það er engin á þessu Ívar minn finni leið til helvítis eða hvað Nei, reyndar voru þeir ekki alveg svona hreinskilnir mig sko en þeir gefa sér það að þurfi ekki að svara af hverju ég segja nei En áður en að þú segir okkur hvernig þú rataðir út hvernig rataðir þú þarna inn? Sko Allt þetta fyrir þér að liggja, ertu? Nei, ég kem bara úr heilbrigðri fjölskyldu þannig séð sko og pabbi alkohólisti en það bar aldrei mikið á því hann er svona gæi sem að drakk bara eftir vinnu og mætti alltaf í vinnu en svo skilja þau og mamma kynnist öðrum manni sem er ekki alkohólisti og það er meiri hlutin að minni æsku og en af einhverjum ástæðum það hafi ég alltaf rosalega mikinn áhuga á þessu myrkri bæði þungarokk þá bara strax mjög snemma ég hlusta á það og Slayer og Djöflastjörnurnar og allt þetta en svo var það moment sem að bók rataði í hendunar á mér á bókasafninu í Lækjaskóla í Hafnarfirðinum sem heit Flóttinn frá raunveruleikanum og þar er farið yfir öll fíkniefni sem voru í boði á þeim tíma yfir í uppruna yfir í sko framleiðslu, yfir í áhrifin, yfir í eftirkaustin og allt saman og mér fannst það bara geðveikt spennandi. Og last þetta bara eins og matseðil? Ég stal henni sko, tók hana heim og ætlaði bara að krossa við og pröfa þetta allt saman? Já, ég var búin að ákveða það. Hvað er gaman þá? 10 ára. 10 ára? Já, þá var ég búin að ákveða að ég ætla að... En af hverju heldur að þú hugsið svona því að kannski 10 ára sem að sér þessa bók lesa hvað annað úrinni? Ég bara veit það ekki, sko, og mér er svona, þegar ég hugsa tilbaka bara, það er bara, ok, það er svo skrattin að við ætla mér stóra hluti, sko, strax þarna snemma, og Ferðu ungur í neyslu? 11 ára. 11 ára? Já. Sem að þykir ungt í dag? Já, einmitt. Og þykir kannski, líka áður? Já, og það var einhvern veginn, þessi árgangur. Og hvað á í hvernig neyslu? Hass, cannabis. Og Hvernig fær 11 ára barn hass? Frá eldri úlingum bara á þessum tíma. Það var inn í Hafnarfirði þessi árgangur var svolítið sérstakur. Það voru allir reykjandi hass. Svona, alltaf stór hluti af krökkunum á mínum árgang í öllum skólum voru í þessu. Vildu prófa. Og hvaða ár er þetta? Hvaða ár er þú 11 ára? Ég er fæddur 82. 93? Já, 93 og svo er ég bara í hassi og drykju þar til ég er 16 ára. Og hvernig gekk þér í skóla? Gekk vel, þangað til ég nennti ekki að læra lengur. Kennari sagði ég væri fyrirmyndanemandi og en svo í Lækjaskóla á þessum tíma var samfélagi þessara kennara dálítið útbrunnið eða fattaru, það var, ég mátti sofa í flestum tímum og fekk kannski ekki hvatninguna sem ég hefði þurft. Þannig að ég eyddi mínu tíma að tekna Djöflastjörnur eða Maríanna Lauf eða skrifa ykkur að texta eða eitthvað og beið bara eftir því að ég haf með 0 í mætingu til dæmis í 10. bekk. Þarna varst ekki orðin díler, þarna varst ekki að við? Nei. Hvernig fjármagnaru neysluna? Sko eða var hún kannski ekkert svo umtalsvert eins og seinna var svo? Nei, það var ekkert þannig, en við vorum að reykja, og það voru allir að reykja og það var verið að selja í kringum mig og það voru pípur, það var verið að rétta pípur á milli, Í grunnskólanum?
Já, og heimahúsum sem við vorum í, sko. Og Myndirðu segja að þú hefur verið orðinn vímuefna sjúklingur þannig? Já. Eða var þetta bara tilraunamennska? Þú veist bara orðinn háður þessu? Já, ég var bara hugsjúkur. Það komst ekkert annað að, heldur en þetta. Ég hlakkaði bara til næstu helgarinnar og þá fengið okkur í glas og keyptum þess að lítra landa eða eitthvað. Og bæði það því að þú ert háður efninu en líka einhvern veginn eins og þú varst að lýsa áðan eins og þetta sé bara einhver heimur sem þið langar að fara inn í. Mér fannst hann heillandi og ef ég sá, liðið eitthvað gæjan í bíómyndinni, dettandi út af barnum blindfullum með eitthvað skvísu hangandi utan um hálsinn á sér, það var minn maður, sko. Ég ætlaði að vera hann. Alltaf að vera vondikallinn í bíó, svarta hattin, eins og var í kúrikamyndunum Kanada, eins og svarta hattin voru... Já, mér fannst þetta bad boy dæmi bara að vera cool. Ok, hvað gerir svo eftir 16 ára? Eftir 16 ára þá sendi mamma mig til New York til að búa með stjúpbróðum minnum. Því þetta sem hún hélt að væri bara tímabil og var ekki að líða yfir og hún hafði áhyggjur af félagsskapnum sem ég var komin í og býði mig það að flytja til stjúpbróðum minns til New York sem heitir Eiður Snorri og hann og félag hans eru leikstjórar. Einar Snorri og Eiður Snorri? Já, akkurat. Og þá ég flytti til hans og fara að aðstoða hann í því sem hann er að gera og ég geri það og er honum þarna til handar en þar tekur við harðari neyslega á mér og fljótlega fara ég og Eiður að svona fjarlægast og ég kem tilbaka 3 ára seinna þarna með stærri og verri fíkn. Í hvað þá? Kókaín, ecstasy, aðalega mest kókaín og einhvern veginn var það ekkert rætt, það er eins og fólk hafi ekki almennilega átt að segja á því hvað verið í gangi og ég faldi þetta svona eins mikið og ég gat og Eiður var líka bara 27 ára á þessum tíma þegar ég flytti út og hann var bara í sínu, hann var ekki í einu föðurhlutverki og en ég kem svo tilbaka með þessa fíkn og þá eru félagarnir búin að byrja að díla og ég sé það var svona mest heillandi starfið sem að mér bauðst á þessum tíma og þá var ég farin að selja dóp. Og flytja inn sjálfur? Eða varstu að... Það er mörgum ára seinna. Já, þú varst að selja það sem aðri fluttu inn. Svo svona neðarlega í bara píramídunum. Eins neðarlega og gerist, sko. En svo er ég náttúrulega... Og nota hluta efninu sjálfur? Já. Bara fjármagna þína eigin neyslu? Já, en svo er ég byrjað að gera tónlist og þá tekur við tónlistatímabil hjá mér. Byrjað að gera raftónlist. Og ég kem heim 19, að vera 20, svo 23 ára þá gef ég út plötu. Dr. Mr. Handsome og við slóum vel í gegn á þeim stutta tíma sem við vorum í gangi. Þetta var rúmt ár og en eftir það hrun í rauninni hjá mér þessum ég dópaði mig bara gjörsamlega í köku þá ákvað ég að snúa mér alfarið að selja dóp. En þegar þú þetta dópaði í köku, hvað er það? Það er bara, ég var svo illa farinn að, ég til dæmis eftir Dr. Mr. Svona kókaín og spýtti og örvandana? Já, vöku og bara, næringarlaus og bara kvíðinn og bara illa farinn út brunninn. Hvar ertu þá? Hvar býrðu og hvað ertu í neyslunni? Ég var í rauninni heimilislaus mest allan tímana þegar ég var til dæmis í Dr. Mr. Handsome. Þá var ég bara, þá flakkaði ég bara milli sófa, en eftir að ég, eins og ég sagði, brennu upp þarna eftir það dæmi þá flytti ég út til Danmerkur, ég flý Ísland því að ég meikaði ekki athyglina og jafnaði mig þar í svona ár, cirka. Kem tilbaka, ætla mér að vera á beinabrautinni. Þú varst ekki á beinabrautinni í Danmörku, það? Jú. Já.
Ég þar... Á þess að fara í meðferð eða hvað? Já, ég flutti bara út og vann í smíðavinnu þarna í eitthvað hálft ár og en bara drakst bjór og... Já, veist, svo hálfu ári inn í Danmörku ferðina, þá byrjaði ég að fá mér í glas og kom eitthvað kókaðinn inn, en þetta fór ekkert úr böndunum. En af hverju getur það ef þú ert eiginlega bara að veslast upp af vímuefnaneyslu og svo ferðu bara í annað umhverfi og þá getur þú næstu því bara utanfrá séð lúkka bara eins og venjulegur maður? Góð spurning. Já, ég veit það ekki. Það er bara, svoleiðis var það bara. Ég var líka á okkur nefa skilur, ég ætlaði ekki að fara aftur á sama staðinn og ég var að vinna í ykkur smíðavinnu og hafði vissa rútínu og það hefði kannski hjálpað. Þá varstu að lifa lífi sem er óeftirsonavert miðað við hvernig þú varst búin að vera alveg frá 10 ára aldri. Já, algjörlega. Þú varst bara streit leiðilegur gaur. Mér hundleittist það sko. Mér hundleittist það. Það er svoleiðis sko. Og en það endist ég ekkert lengi í því. Kem svo til Íslands, held mér á streiki þar í dálítinn tíma fyrir að vinna sem meðferðarfulltrúi hjá Mumma í götusmiðjunni. Þóttu sér ekki alveg edrú? Jú, þá verð ég edrú aftur og vinn hjá honum sem meðferðarfulltrúi í smástund, dett í það, ræni 11 og það var byrjunin á þessu glæpa... Ræna er að bara helst að koma vopnaður inn og taka hittir að brjótast inn. Já, þú rændir. Ég og félagi minn bara ruddist inn með hnífa og bara ætluðum að taka smá uppbytun fyrir bankarann. Það var hugmyndir þá á þessu glæsilega fyllir í okkar og hefum 3.500 krónur upp úr því gigi. En Það er tekinn og dæmdur? Já. Ég var tekinn og en ekki dæmdur sko strax, ég var dæmdur, þetta var tekið inn í dóm sem ég fekk síðar fyrir skotárás og að berja löggu. Nú er það svona, eitthvað starf þetta kallað svona siðferðilegt niðurbrot. Já. Og það er svona að þú stígur yfir eitthvað þröskuld, beitir eitthvað ofbeldi og þá er auðveldara fyrir að gera það aftur og þú rænir 10-11 þá er auðveldara fyrir að gera eitthvað sambrældi aftur. Algjörlega og ég man alveg eftir mómenti þar sem að ég þar sem ég hafi farið dálítið illa með einn gæja og ég var að þrífa mér hendurnar í vaskinum, þrífa blóðið á höndunum á mér og ég horfði í augun á mér og mér fannst ég pínlítið vera að kveðja sjálf á mig. Mjög dramatískt moment. Að í þessu svona niðurleiðinu að þú hefði skilið þið eftir? Já, ég hafði farið yfir við strik sem að mér fannst það óþægilegt en ég var bara svo týndur. Ég var svo gjörsamlega týndur. Það var svona eins og að þú sett að skilja eftir kannski sakleysi því 8 ára gamlan sem maður myndi aldrei vilja hafa endað í þessari stöðu. Já. Þú ákveður sjálfur að halda áfram og þar með skilur þið eftir. Já. Sem er svona ef það er hrein samviska í okkur. Já, akkurat. Hvað ertu þá eftir þegar þú er búin að skilja hann eftir? Þá ertu bara einhver andstyggilegur maður. Já. Og það var ár sem að ég gekk bara frekar vondu gæi, sko. Og og það var bara ekkert sniðugt að vera í kringum mig. Þessi betur fyrir var ég handtekinn. Það bjargaði mér gjörsamlega. Ég var handtekinn síðan, þegar þessi siðferðislega hnignun byrjar ört að fara niður. Hvað er það að gera á þessu tíma? Ertu þá díler? Þá er ég díler og að rukka. Fyrir eitthvað? Fyrir hinn og þennan og sjálf á mig. Já, það sem voru ekki að borga. Og þar gildi líklega bara sama og ef þú væri bara hermaður eða lögga eða eitthvað, það eru bara inn í þessu kerfi er það þannig að þú mátt beita ofbeldi. Já. Að þú ert handrukkari og ég má bara fara þannig inn og ég má berja þennan að því hann skuldar Jóa penning. Já, af því það er búið að segja ég borga svo oft og svo er búið að ljúga og svo er búið að bulla og veist, svo er maður í því, svo fyrir maður að taka því persónulega, skilur við, og svo fyrir þetta að hafa áhrif á stolti á þér og það er margt í þessu, en ég afsaka þetta fyrir sjálfum mér alltaf þannig að þetta veri bara business. Já, ef ég myndi ekki gera þetta, þá myndi bara hvernig að gera það. Já, og líka sá sem að skuldar, hann gekkst inn á það, ef hann borgaði ekki, þá kæmi ég og myndi berja hann. Já, einmitt. Þannig þetta er bara önnur lögmál sem að gilda. Önnur lögmál sem gilda. Og en það þarf samt
veikan mann til að sinna þessu jobbi. Eitthvað sem hefur yfirgefið drengin í sér. Já, akkurat. En þú ert handtekinn og það bergaði þér? Það bergaði mér. Ég var handtekinn á aðfangadag 2010 fyrir að skjóta á hús. Skjóta hús? Hvað er það? Skjóta á hús. Já, til að rukka það? Já. Bara til að sýna ykkur ógn? Já, ég ætlaði að opna hurðina með haglabyssu og Fá þess að vita hver var inni það? Ég var svo, þetta var, það sem fylgdi líka þessari hnignun hjá mér var svakalegt Rivotril át. Og hvað er það? Það er flóðveikislyf sem að gjörsamlega sviptir í samvisku. Algjörlega sviptir í samvisku og það eru á tímabili held ég að hafa verið 80% fanga á Litla-Hrauni eða eitthvað sem voru á þessu lyfi þegar þeir gerðu sín brot. Þetta var eitthvað svakaleg tala, ég man ekki hvað þar. Og Þetta er bara lyf sem þú tekur inn til þess að geta framið eitthvað sem að stríðir eiginlega gegn siðferðisvitundinni. Já, í rauninni sko ómeðvitað tók ég það til þess. Það er áhrifin sem það hefur en ég var ekki að gera það til þess að fá þau áhrif. En það var þannig og og ég er handtekinn og sem bara betur fer. Það er 80 moment þar sem ég vaknaði aðeins til lífsins og Inn í fangelsi? Inn í fangelsi. Eða inn í gæsluvarðhaldi eða? Ég var mjög feginn ég að vera tekinn. Ég svaf allan tíman bara í einangrun, ég var í 10 daga þar. Ég var feginn að sjá bara heitt rúm, engan síma og bara komast burt frá þessu öllu saman. Og er svo dæmdur í gæsluvarðhald og já, á þarna mómenta sem ég hugsaði með mér, ég var ekki, ofbeldi er ekki fyrir mig, ég bara vil ekki koma nálægt því. En ég ætlaði samt að taka undirheiman og sigra það. Það var ennþá það sem ég ætlaði mér. Ég ætlaði mér að rísa upp á mettíma. Það var planið sem ég gerði þarna inni. Já, það var planið að þú ætlaði bara að koma þér ofar í píramídan, þar sem þú þarft ekki að vera að beita ofbeldi, en þú getur sigað öðrum til þess. Já. Þetta er nú ekki beint svona siðferðislegu upp að þetta er ekki stórt skref upp á við í siðferðislegu málum. Nei, þetta er eiginlega niðurlægt. Þetta er sannleikurinn. Þannig að þú ert inn í gæslu, því að það tekur alltaf tíma að vera dæmdur, eða ekki? Já, 3 mánuðir. Sem að líður frá því að kemur út úr gæslinu, þá er þú dæmdur. Og hvað varstu dæmdur í langt fangelsi? Ég var dæmdur í 2 ár. Og sastu inni af, hvað af því? 2/3. Og ég var... Þá hefur verið búið með annan dóm áður, fyrst það er bara 2/3. Já, hálft fyrst. Þú átt að geta fengið helming, en ekki fyrir ofbeldisbrot. Já, því að þú varst dæmdur í leiðinni fyrir hitt. Ég var dæmdur fyrir að berja löggu sama dag og ég var handtekinn. Og svo var ég dæmdur fyrir vopnarán líka. Og hvað sastu inni? Á Litla-Hrauni og á Bitru þegar það var. Og hvernig var það? Varstu að reyna að vera edrú? Já, ég byrjaði á því að vera að brugga þarna eitthvað með strákunum sem voru að inni. En ég nefndi því síðan ekki og fór í skóla. Og tók 2 annir og 1 í annaninni og sendi því aðeins eftir ég kom á vendina líka. Þannig að utanfrá síðan leit út fyrir að þetta væri svona eitthvað sem ætlaði að taka sig á, en þú ætlaði að ekki með það plan, þú ætlaði að fara að vinna þau upp í undirnáminu. Já, ég ætlaði að fara og selja dóp. Ég kærði mig ekki með að vera í þessu ofbeldi, en ég ætlaði bara að selja og smygla dóp. Og fórst í það? Já. Og hvernig gekk það? Gekk vel, stund, þangað til að ég datt síðan bara svo harkalega í það. Það var alltaf í rauninni það sem að bjargaði mér í rauninni frá því að meika sem einhver dópsali var djammið. Af því að ég var á leiðinni. On your own supply eins og þetta sem maður megi aldrei gera. Já, akkurat. Og það verður ekki dílar, hann vinnur sig ekki upp ef hann er að nota efni mikið sjálfur. Nei, ég meina, þeir sem eru skipulegir er alltaf að fara vera skrifun undan þeir, sko. En varst þú að smygla sjálfur einn? Já. En er þetta ekki þannig markaður að hann er eiginlega skipt á milli, þetta er svona fákeppnismarkaður eins og allir markaður á Íslandi? Er það hvað? Svona fákeppnismarkaður. Það eru einhverjir svona sem eru stórir á honum. Og þegar þú kemur inn með eitthvað nýtt efni einhvers staðar, að þá eru oft sko bara skvílað og þú ert handtekinn af því að það eru þeir sem eru með svona stærri fiskar í þessari tjörn, að þeir hafa tengslinn í logguna og gefa þeim svona smá fiska eins og... Jú, það er alveg eitthvað um það, en ég held að sé minna heldur en að fólk heldur. Já, ég held það.
En það hefur alveg verið svoleiðis. En innflutningur, heldur það sé drifin áfram á svona mönnum eins og þú varst? Eða heldur þetta sé skipulegra? Það bæði bara held ég. Ég held að sé allir gangur að því. Mættur þú segja mér það, eða geti að þú myndir lýsa hvernig undirheimandir eru, gætur þú sett sjálf að því hættu? Já, ég myndi aldrei fara að benda á einn eða neitt, skilur, og í rauninni ég ekkert að segja neitt sem er nú ekki alvitað, fattar þú? Þú veist, ég ekkert að fara að benda á neina starfsemi, skilur, en ég get sagt frá því hvernig ég gerir hlutina. En þú flyttur inn, og hvað varst að flytja inn? Ég var að flytja inn Oxy og Crystal Meth mest. Og hvað kaupir það? Ég keypti allt á Spáni. Og flyttur það sjálfur inn eða ferðu burðardýr til þess? Já, ég gerði bæði. Og svo selur þetta og það er mikil peningar? Já, jú, það er það. Og þetta er bara fullt af peningum tíma? Já, þetta voru svona tímabil, það sem þetta var alltaf á því hvar ég var í neyslunni, skilur við. En svo var það bara þannig að svona easy money, ég bar bara enga virðingu fyrir þessu peningum. Ég eyddi bara umfram, eyddi bara eins á sami tíma að koma inn í rauninni. Það sem kemur auðvitað inn að það fyrir auðvitað út eins og sagt er. Hvað, svo keyrir eitthvað staðar á eitthvað vegg, þetta gengur ekki upp? Já, svo í rauninni var þetta bara orðið þannig að ég var bara hættur að vinna. Ég var bara að nota. Og hægt og rólega þá, já, það var bara komið það moment þar sem ég var bara með sprautuna. Og sprauta hverju í þig? Amfetamíni. Að rembast við að halda ykkur á lofti sem að gekk ekki neitt. Og í alveg ótrúlega langan tíma þroskaðist ég í því ógeði að reyna að halda bæði, ég var mest í sprautufíkn sem ég þekkti. Að reyna að vera það og að reyna að gera hitt og að reyna að gera tónlist og bara með hausinn gersamlega í graut. Gersamlega molna niður alla daga, fattar þau. Að reyna að halda utan eitthvað en bara að vera algjörlega ófær það. Ég bara að fá það úr spinni. Já, bara í þroti alla daga. En samt að þroskast einhvern veginn. Af því að ég sá ekki leiðin út. Ég var rauninni búin að gefast upp. En svo lítur að klára efnið þitt sem að þú áttir. En ert með þessa feiknanlegu fíkn, hvað gerur þá? Það var bara innbrot aftur, farin að brjótast inn, selja þýfi og bara, til að halda þessu gangandi. Það var bara aftur komin allan niður, skilur. Þú varst eiginlega of mikill fíkil til þess að geta haldið einu. Já. Og hvað er það langur tími þar sem þú ert eiginlega, fársjúkur sprautufíkil? Það er 3 ár. 3 ár? Já, 3 ár sem að ég hélt að ég myndi ekki lifa af. Nei, en þú lítur að hafa gengið svolítið nærriðir með því. Þetta er ekki gengið nærriðir bara heilsulega. Já. Þú lítur að hafa verið fullt af einhverjum sýkingum og þú lítur að hafa verið helviti mjór. Ég var mjög mjór, fekk aldrei sýkingu, en deildi aldrei nál, kannski þess vegna sloppið við það. Og en þú lítur að séð marga deyja. Eða þú veist ekki kannski séð á degi en margir sem að þú varst í neyslu með sem að hurfu bara. Og bara fleiri heldur en ég, mjög margir, mjög margir. Og sérstaklega eftir að mitt morfíni og fentanyl og allt þetta dót byrjaði að vera allsráðandi. Já, notaði þú það eða? Ég átti 3 mánuði í morfíni sem að gersamlega rústaði mér, þannig ég hætti. Já. En annars varstu meira að minna í spýti? Já, það sem bjargaði mínu lífi í rauninu var að ég notaði bara spýt. Annars verði ég döður. Það er alveg á hreinu. Ok, þegar þú ert svona hvað vestur og þú vaknar hvar? Einhvers staðar? Þegar ég er vestur? Já, þú ert hvað vestur, þessu 3 árum svo að lýsa. Þá er ég bara að velta fyrir mér að þú ert að vakna einhvers staðar og hvar ertu þá? Ertu bara hér og þar? Hér og þar, á tímabili, svo í lokin að byggum við öll saman í húsi, hvað heitir þetta? Já, þetta svo við leiðum öll saman hús, vorum öll í þvílíku rugli og ég leiði þar með bróðum mínum. Og sem hefur filter í þessari neyslu, sem nefndir hann aðan. Já, sem hefur gert það.
En það sem að gerði útslagi hjá mér... Náði hann að komast út? Já, hann fór að voga hálfu ára eftir mér og ennþá að standa sig. Já, og lítur það stuðningur fyrir þig að því? Já. Það stundum sagt að sko á vímuefnasýki gengur í ættir en batinn líka sko. Já, akkurat. Það getur verið félagslegt. Já, einmitt, já, glæsilegt og mamma fekk strákana sína báða aftur á sama árinu. En þegar maður vaknar svona, hver er hugsunin þegar þú labbar út í daginn? Það er bara að finna pening fyrir... Hugsunin er náttúrulega bara að fá sér, það er að fyrsta sem ég hugsaði að því að mér leið alveg, þetta er svo brenglað að sko, það sem var að drepa mig var í mínum huga að laga mig. Þannig að ég fekk mig meira og þegar mér leiði eins og ég væri að deyja, þá fekk ég mig samt meira til að laga mig. Það verður einhver klikkun, einhver brenglun þarna til og ég meina þarna á tímabili þá gæti ég varla að labba yfir götuna, skilurðu. Ég átti alveg þannig tímabil sem ég þurfti bara að hafa vegg við hliðina á mér, sko, því annars ég vissi ekki hvort ég var að fara að hrynja niður eða ekki, sko. Og ótrúlega þá hélt ég lífi í gegnum harða neyslu þarna senastu 3 árin. Þú lifir þarna í þessu samfélagi sem við erum með svona frá okkar sjónarhóli ertu bara svo draugur á götunum. Og hvernig leit þú á samfélagið? Sem þetta væri bara einhverju... Ég var bara á annarri plánetu. Það er málið. Og bara tengir ekki við þessa streitara? Ég forðaðist það bara algjörlega. Ég var bara skítræddur og allt venjulegt. Skilur, því ég vissi alveg hvað ég var óvinnulegur. Mér leiði eins og geimveru. Mér leiði eins og ég ætti ekki heima þarna. Já, enda hvergi velkominn? Nei, ég reyni ekki og bara... Það ábyrglega bara í augunum á fólki, þú veit að koma í apóteki að kaupa nálar og sérðu það náttúrulega bara að fólk er svona hálfsmeykt við þig. Já, akkurat. Og vill bara að þú farir fyrst í burstur. Já, einmitt. Það er mjög óþægilegt. Já. Herðu, en hvernig endaði þetta? Þetta endaði þannig að... Þú komið svolítið nálægt okkur í tíma, þú þannig nefndir 2010 og þetta varst eftir mjög erfiðan tíma og... Sko, þessi ár hjá mér, það er mjög erfitt að gera mig grein fyrir því hvaða ár, hvað gerðist, sko. En ég get sagt þér frá því hvernig það endaði. John Lennon talaði eins og um 2,5 ár sem The Lost Weekend. Já, einmitt. Það er svona, þetta getur runnið saman. Já, þetta er svona mest bara daginn, skilur við. En ég lenti í því, var svo blessunarlega lamin. Og ég var settur upp af hópa fólki sem að, ég var í þeim erindagjörðum að ná mér í krukka af amfetamíni í dimmu portíðinni í Reykjavík og var settur upp af að sátu fyrir mér hópar af fólki sem helmingurum af þeim sem ég leita á sem vini mína og ég var lamin og það einhvern veginn, ég bara gleymi ekki þegar ég var þetta var að gerast og ég horfi á þetta að mér finnst frá fjarska fannst þau öll svo ógeðsleg og mér fannst þetta svo sorglegt að svona væri komið fyrir mér hvað ég var að gera þarna bara að koma einhver rödd í hausinn á mér bara nú er það búið nú er það komið gott og stoltið var brotið skilur ég held að það hefði loksins brotnað þetta á þessum mómenti og ég slapp mjög vel ég hafði brákað rifbein en það sást annars ekkert á mér og svo daginn eftir hringi ég á Vog og fekk pláss innan 3 daga minnum mig En þú segir að helmingurinn af fólkinu sem satt fyrir þér og litið á sem vini þína. Það er stundum þannig að þegar fólk er að hugsa sprautufíkla og svona þá svona ætlar því fólki eiginlega engar svona venjulega tilfinningar. Þetta er til dæmis talað að fólk er að kannski ástfangið og eitthvað hlera. Þá er svona látið lítið út að það sé bara viðskipti. Og þegar að deilan er krukku af amfetamíni þá er engin vinur. Nei, vináttan er ódýr á þessum stað. En er það samt þannig að séu bara engar svona mannlega tilfinningar í... Nei, það er ekki þannig. Nei, það er alveg raunveruleg vinasambönd og jafnvel þó að svika í þessi stað. En fíknin getur bara verið svolítið sterk og hún getur breytt yfir
Þannig að þegar þú sveikst vinnin þá fannst alveg fyrir því að þú varst að svíkja vinnin. Það var ekki þannig að þú væri orðin alveg tilfinningarlega dauður. Daufur til þess að geta gert það. Já, einmitt. Þú fannst alveg fyrir því, samt. Já, ég átti þannig moment, alveg definitely. Það sem að mér leið mjög illa yfir því að vera að gera það sem ég var að gera. En ég gerði það samt. Þetta er bara biblíunni, sko. Ég ætla að segja að góða sem ég vil að gera ég ekki, en það sem ég vil, vonda sem ég vil ekki, það ger ég. Þannig að þú fórst upp á Vog. Já. Svo bara happy go lucky. Sko, það má segja það, sko. Ég átti ótrúlega góða daga en það voru miklar umbreytingar frá því að farið þar inn senast. En þú náttúrulega hlýtur að hafa verið algjörlega steiktur. Já, ég svaf straight í 4 sólarhringa þegar ég gat farið að mæta á eitthvað dagskrá og gjörsamlega steiktur á því, alveg rétt. Tilfinningarlega frosinn. En mér leið samt pínlítið eins og ég hefði verið að lifa af flugslys. Það var þakklæti í mér fyrir að vera á lífi og ég var mjög meir yfir öllu og svo það nokkrum dögum síðar þegar ég komin inn til að ég útskrifast á Vogi, ég var bara 10 daga og svo ég komin í sveitina til mömmu að þá byrja samviskan að koma og þá byrja tárin og þá byrja köllin það sem að ég átti þarna mómentar sem að ég viðurkenndi bara fyrir honum uppi að ég bara ræði ekki við þetta og sem hún gerði náttúrulega ekki, þú varst náttúrulega alveg ófær að taka bara ráða við tilfinningar sem hann gangi í gena þig. Ég hafði reynt að fylla hjarta á mér með öllum þeim skít sem heimurinn verið upp á að bjóða en ekkert hafi veitt mér frið ekkert hafi veitt mér ró það var allt falskt en þangað til að ég talaði við hann og ég átti þarna nokkra mánuði sem að þetta voru bara tár og skömm og og þetta rann allt saman einhvern veginn upp fyrir mér en á sama tíma frelsi. En eitt að tala við Guðs en svo er annað ef hann svarar. Svaraði hann þér? Hann svaraði mér. Hann gerði það. Hann svaraði mér með frið í hjarta sem að ég hef aldrei upplifað áður. Þannig þú upplifðir eins og þau væri fyrirgefð? Já, mér upplifði það og stærsta skrefið var náttúrulega að fara að fyrirgefa sjálfum sér eftir þetta allt saman. Það er vinna. En ég sé mig sem mann á réttri leið. Já. Hvað langt fyrir þetta var? Það er rúmt ár. 13 mánuðir. Finnst þér þú sett búin að ná þér? Þú lítur nú svona, þú ert ekki allavega grindtóraður. Nei. Já, mér finnst ég, eins og ég segi, mér finnst ég verið réttri leið og mér finnst ég verið búin að ná svakalegum árangri og en það er baráttan er ekki að enda. Baráttan er aldrei að enda. En með Jesú í hjartanu þá upplýði ég ekki fíkn. Það er kraftaverk. Að hafa fengið lausn á þessu risastóra vandamáli sem ég hef búin að berjast við frá því ég var krakki og alls konar þráhyggjur fyrir því að meika þessi dópsali skilur sem að komst næst í að drepa mig á eftir dópinu. Þú hætti því? Já. Já, ég hætti því. Það var algjört lykilatriði. Hvernig gekk þér að koma út í samfélaginu? Nú ertu náttúrulega búin að vera stíga yfir alla þessa þröskulda og það er líka gagnvart öðru fólki og okkur fleira. Þannig að þú er búin að eyðileggja traust gagnvart flestum líklega. Hvernig hefur gengið að rata út í samfélagið aftur? Ég er náttúrulega bara ótrúlega blessaður með fjölskyldu. Já. Þau tóku mér mamma hleypti mér á heimilið sitt aftur eftir ég kom út á Vogi og þau hafa öll bara þau hafa haldið mér gangandi í gegnum þetta stuðningurinn frá þeim og það hefur bara gengið mjög vel. Ég elska að búa á Hvolsvelli til dæmis að vera ekki inn í Reykjavík. Fyrir mér eru Reykjavík bruna rústirnar eftir þetta allt saman og að fá að upplifa það að vera bara venjulegu gæi þarna á Hvolsvelli
ég vinn í sveitabúð systir minnar og er bara Ívar í Unnu, skilur við, sveitabúðin Unna. Og og allir hafa tekið mér ótrúlega vel. En ertu viðkvæmur fyrir því að vera á stöðum þar sem þú varst í neyslu hér? Finnur þú þá... Mér finnst ekkert sérstaklega þægilegt að koma í bæinn. En væri það þannig að þú væri á einhverjum stað þar sem að þú hefðir áður verið í neyslu og þar sem þú raunverulega varst að upplifa bara hörmungar? Er það einhver leitið að það ástand kalli á þig? Svona eins og að koma inn á myrkrinu, sko, komdu aftur. Nei, alls ekki. Þú upplifir að þú sett laus? Ég laus, ég svo hræddur við þetta líka. Ég bara skítlafandi hræddur við þetta myrkur. Af því að, veist, ég búinn að bragða biturleika syndarinnar, drekka hana stút og upplifa kuldan og fá svo að koma út frá því inn í lífuna. Ég held fast í það. En nú ertu svolítið mikið týndur sauður af því að þú lýsir þessu þannig að þú hefur bara verið 10 ára þegar þú vilja ákveður að fara sko á okkur refilstígu. Já. Þannig að þú eiginlega hefur aldrei verið hinum einn, sko. Nei. Og mannst alltaf eftir þér. Þannig að þú þarf eiginlega bara að semja þig upp á nýtt. Það er rétt. Algjörlega. Þetta er einmitt málið, þú veist, að púsla mér aftur saman, sko. Ég er að púsla mér, þetta er allt nýtt fyrir mér. Ég er fyrsta fullorðins útgáfan af sjálfum mér, til dæmis, sem að líði vel. Ég er og ég er að gera allt, finnst mér í fyrsta sinn, sem þessi maður sem ég er að verða. Og líður nógu vel til þess að skrifa svo sögu? Já, og ég ákvað að stíga bara inn í það að opinbera bara algjörlega allt saman. Og ég geri það sem þakklátur þeim sem bjargaði mér, Jesú Krist. Og þess vegna mæti ég hingað sem mér finnst ekkert sérstaklega þægilegt, sko, að sitja og tala með þessa hluti, en ég vill gera það. En ertu ekki í 12 samtökum og slíku? Nei. En ertu í kirkju? Já. Hvaða kirkju? Já, ég er í mínum heimahóp bara. Ég er í 2 heimahópum. Eitt sem er í Borg og einn annar sem er á Hvolsvelli. Sem er fólk sem er að reyna að bæta líf sitt með hjálp? Já, bara hópar af yndislegum einstaklingum sem vilja hittast og lofa Jesú og Einhvern tímann var sagt að það er frábært að hafa farið til helvítis sem að ratar aftur út. Já. Og þetta er svona, þetta er kannski til þess að segja að það stundum getur ömuleg lífsreynsla einhvern veginn, að þú náttúrulega hefur ekki aðra reynslu, þannig að þú ert bara það sem þú ert. En hvað með þessa reynslu sem þú gengur með, hvað er? Það er einmitt málið að fyrir mér, sko, að geta gefið þessu allir tilgang, fattar þau? Öll þessi sorg, öll þessi sásöki, öll þessi sóun, allt þetta kjaftaði, að geta gefið í þennan tilgang og þessi bók fyrir mér gefur þessi tilgang. Að ef hún ratar í hendurnar á einhverjum sem er í myrkrinu, sem ég var, að hann sjáu að það er leið út, alveg sama hversu. Það var þess virði leiðin sem þú fórst. Já, það var hann ekki til einskis. Það er málið. Herðu, Ívar, takk fyrir að koma hingað og segja okkur sögu þína. Já, takk fyrir að bjóða mér. Já, til hamingju með bókina. Takk hérlega. Takk hérlega. En ég ætla að sitja hérna áfram og það er bara næsti kafli í að reyna að skilja hana heim sem við lifum í og okkur sjálf í leiðinni. Þarftan að tala af borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Allt það besta er ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Já, komið þið sæl og blessuð aftur. Við viljum að enda þáttinn í kvöld á spjalli við Möggu Stínu. Hún er búin að vera hjá okkur núna í nokkra vikur að ræða málefnin á Gaza og við ætlum kannski að spjallum sitt hvað fleira hér í kvöld. Mögulega förum við út í
hann Yasan Tamimi, fatlaða drenginn sem að á að vísa á landi. Það verður samstöðufundur á Austurvelli á morgun og ómögulegt að segja hvað ber hér á góma, en vertu velkomin til okkar, Magastína. Takk. Hvernig var helgin á Gaza? Tja, hún var svona sömu áður. Það er sérsagt alltaf aukning í sprengjuárásum á hernaði og rýmingum til og frá. Til og með sem helgina þá sérsagt í Deir al-Balah, ég segi það alltaf einhvern veginn Deir al-Balah, borginni sem er eini staður sem getur kannski talist til, það er einhver svona eftirreitur af þeirri borg eftir sko. Það sem fólk og þá sérsagt var boðuð rýming og eins og ég kom inn á áður að þá þú veist auðvitað ná rýmingarnir ekki til fólks í flestum tilvikum. Þannig að fólk þetta bara sambandslaust, það er rafmagnslaust, það fólk veikt á spítulum eða spítulum, það var boðuð rýminga mitt í Al-Aqsa Martyr spítalanum í gær og og svo var sprengtur sem eini svona funksjónal heilsugæslu staðurinn, getur maður sagt, það er ekki funksjónal spítalið þetta en eini staðurinn sem hægt að leita sér mögulegra svona heilbrigðisaðstoðar. Það var boðuð rýming úr honum og svo bara skömmu síðar var skóli sprengtur í loft upp sem að ég bara átta mig ekki á því sko, þetta orðið 12. eða 13. skólinn bara í þessum mánuði sem að sprengtur í loft upp og þar sem fólk hafi leitað skjóls. Þannig að drápin á almenningi halda bara áfram og þú veist, og svo náttúrulega einhverja svona veika raddir frá Sameinuðu þjóðunum eins og Antonio Guterres sem orðin bara svona eins og eitthvað svona mím-fígúra á hann hlustar bara enginn orðið sko. Það sem að hann bara hrópar út í tómið, hættið rýmingum, leyfið bólusetningar, því það er faraldur mænusóttar er hafinn og fyrir utan alltaf hungursneið en á hann er ekki hlustað. Þetta er bara endalaus stigmögnun eyðingar að hendi Ísraels á Gaza. Ef við ræðum þetta sem útrýmingaraðgerð. Þetta er útrýmingaraðgerð, hún er yfirlýst, þannig að það er ekkert. Hvað hefur þeim tekist að útrýma stórum hluta prósenturlega af þessum hópi fólk sem að þeir vilja bara burt af yfirborði? Já, prósenturlega sko. Veistu það? Er þetta hálfnaðverk hjá þeim? Já, sko, ég náttúrulega, tölfræði er ekki endilega, það sem að, ég veit ekki mín sterka hlið. Einhvern tímann heyrði ég að það veri 2,2%, en það er langt síðan, sko. Já. En, eins og ég segi, þá þú veist, erum við að tala að opinbera tölur, það er tölur sem að heilbrigðisráðuneyti Gaza leyfir sér að nefna, eru, þú veist, núna 40.334 sem hafa fundist drepnir. Þeir leyfa sér að segja 93.356 manneskjur sem eru alvarlega særðar og munu öllum líkindum deyja. Og en eins og ég sagt áður þá var tímaritið Lancet sem að sagði fyrir margt löngu, ég hugsa alveg heilu mánuði síðan, að þetta væri hægt að margfalda með 4. Þetta væri, þetta eru auðvitað ekki neinar tölur sem að standast. En ég hugsa að heilbrigðisráðuneyti Gaza fari bara mjög varlega í að nefna tölur nema þeir haldi bara á líkamshlutum eða þetta séu merkt lík sem þau eru að telja. Já, en það sem að fyrir marga sem að eru kannski ekkit vanir að pæla eða eru ekkit að setja allt og mikinn tíma í að pæla í þessum hryllingi vegna þess að hryllingurinn er slíkur að ég held að margir kjósi það bara að víkja aldrei huganum að þessu fréttamáli því að bara leið og ferð að velta því fyrir þér hverjar verða að drepa þarna þá það er ekki síst börnin. Þetta eru 70% af þeim sem drepin eru
eru konur og börn, 70% sko. Og svo getur við talið sko, þeir menn sem drepnir eru tald, sko, þú veist, þeir eru ekki kannski nema að verulega litlu leiti Hamasliðar. Þannig að þú ert komið með sko 85-90% af þeim sem drepnir eru saklaust fólk. Þú veist. Og sá hópur fólks sem yfirleitt ekki drepinn í stríði. Já, ég menn, sem að samt almenningur auðvitað sá sem að sko alltaf kosta til í stríðum. En þetta sko annað. Þetta sem sagt yfirlýst þjóðarmorð sem verið að fremja og það alveg sama hvort einhver svona laga lögfræðingar treysta sér til þess að segja að plausible eða ekki plausible. Það velkist enginn í vafa þetta, þannig að þetta bara þarna sem sagt, hefur komið í ljós núna undanförnum mánuðum að sem sagt fjölmiðlar hafa brugðist, upplýsingar liggja bara fyrir frá almenningi til almennings og það auðvitað þess vegna sem mótmælin hafa verið jafn mikil og raun ber vitni. Þannig að sko þetta sko og í raun og veru, þú veist, það furðulegt eða sko það ekkert furðulegt maður bara þess að ég segi sko að hætta að vera hissa Netanyahu, þú veist, hann hefur breytt markmið og það að eyða öllu sem nokkuð tímann hefur verið byggilegt þarna á Gaza og eyða palestínsku þjóðinni. Það bara, og hann hefur sagt, og fulltingi síns flokk, þessa öfga hægri fascista flokks sem í raun og veru í hátísku núna og og eins og ég líti á það, að það mín skoðun að taka það fram, að þeir eru þetta bara verkfæri Bandaríkjanna í þessu. Þú veist, þetta er bara partur af því stríði sem að fyrirætlað að hendi Bandaríkjanna í Miðausturlöndum og hafið. Þá langar mig að spyrja, hvað að frétta af málflutningi frambjóðanda til forseta í Bandaríkjunum tengt þessari? Já, það helst að frétta að hún samþykkti sér satt útnefninguna í síðustu viku, Kamala Harris. Sá leikþáttur bara með ólíkindum og ég meni það væri hægt að bara halda 3 vegna fyrirlestur þú veist að því oft fólk að tala að það sé einhver munur á republikanum og demokratum. Er það ekki? Ekki í þessu málinni. Nei. Það í raun og veru, þú veist, þeir keppast, republikanar og demokratar eru eins og í einhvers konar keppni það að styðja Ísrael. Er það vegna þess að gyðingarnir eiga kosningasjóðana fyrir vestan? Já, bara líka út af því og ég hugsa að sé bara vegna þess að sko Ísrael hentar mjög vel, notaði það sem svona verkfæri í sinni heimsveldastefnu. Og en það svona kannski það sem að bara kannski helst að góma var til dæmis á þessu þingi demokrata í síðustu viku að þá samþykkti hún útnefninguna hún eyddi kannski einhverjum 1 mínútu eitthvað svo liðs í ástandi þarna sem fór þá helst, gefum henni þá hún hafi eytt 3 mínútum. Okay. Þá fór svona 70% af þeim tíma fór ég að tala rétt Ísrael til þess að verja sig og í stefnuskráni þá algjörlega á hreinu að þau munu aldrei engin fyrirætlan það að stoppa vopnasendingar. Þú veist, hún hefur nýlega sem varaforseti samþykkt að senda 20 milljarða bandaríkjadollara. Það var 2 dögum eftir að skóli var sprengtur í 10. ágúst. Þá voru 100 manns sem voru sprengt í loft upp og ekkert af þeim líkum þekktist. Það var þannig og það var með bandarískri sprengju 2 dögum eftir það sendu þeir til viðbótar þessa 20 milljarða dollara. Netanyahu fór fram á það í ræðu sinni þegar hann hélt hana fyrir bandaríska þinginu við dynjandi lófatak. Hann komst varla áfram í ræðunni fyrir dynjandi lófaklappi
standandi lófaklappi að hann vildi fá meiri vopn og hann vildi hraðar núna og það hefur hann fengið og þannig að þetta sem sagt algjörlega sko einhlít stefna Kamala Harris í sem sagt, já, og liggur fyrir bara í stefnuskrá demókrata hins vegar sko það svo óhugnalegt að hlusta á hann að tala vegna þess að sko, hvað segir hún? Já, hún tifar á þessari möntru það að hún og Joe Biden séu vakin og sofin, working around the clock, eins og hún segir, við að binda endi á þetta stríð. Sko, sem auðvitað ekkert stríð, hún lítur á þetta sem stríð við Hamas, Ísrael við Hamas, sem eru notabene ekki sko þjóðarher heldur stjórnmálasamtök. Eins og bara Framsóknarflokkurinn eða eitthvað svoleiðis sko. Þannig og hún talar að það sé lykilatriði að Ísrael verði öruggt, að gíslarnir fái að koma heim, að þeir verði leystir og haldi og fá að koma heim. Hins vegar náttúrulega hefur Ísraelska ríkisstjórnin engan áhuga að fá þess að gísla. Þeir hafa sýnt það sko. Og það er mikil mótmæli í Tel Aviv sko að hendi aðstandandi gíslana það sko, það er annar mál. Þarna á þessu og þjáni og svo heldur hann áfram við viljum endilega að þjáningin á Gaza endi og að almenningur í Palestínu geti gert sér ljósan rétt sinn til sjálfsákvörðunar réttar og frelsis og öryggis og þetta verður svo óhugnalegt í hennar meðförum á meðan hún sko brennir upp hvert barnið á fætur öðru að þú veist og að við sem sko að almenningur láti bjóða sér slíka orðræðu og geti svo fordæmt sko, þú veist, Donald Trump sem kemur hana með A4 eða er þetta A5 blað sem hann er með á eiran á sér og þú veist, og með eitthvað svona wrestling sko stemningu, þetta var bara nákvæmlega eins þegar mótmælendur svona fóru með svona tjant eða svona, þú veist, svona slagorð sko á framboðsfundi hjá henni þá öskrar hún á þá ef þið viljið að Donald Trump verði fórseti þá skulle bara segja það, annars er ég að tala þú veist, þetta er mórallinn þetta er mórallinn og þetta er hennar framlag Það er mjög margt sem bendir til þess að þessi hryllingur það sem setji mark á hann aðgerðarlegist gagnvart því sem er að gerast þarna sé annars vegar bara vald peningana og hins vegar rasismi og ég ætla að víkja frá Gaza og Bandaríkjunum hingað heim að á morgun verður haldinn samstöðufundur á Austurvelli með fötluðum dreng sem hefur verið töluvert mikið í fréttum til stuðnings Jasan það að ákveðið hafi verið að vísa honum úr landi virðist hafa komið í veg fyrir að hann hafi fengið ákveðna meðhöndlun upp á síðkastið hann er sagður gráta úr kvölum og vera ómeðhöndlaður og þetta er verulega ómannúðlegt það er ekki ofsögum sagt að orða það þannig er þarna rasismi á ferðinni líka af því að hann er ekki alveg eins ljósærður og þú og það er á sama hátt sko, er þetta bara þú veist, auðvitað er þetta og allt er þetta bara rasismi þú veist, rasismi og fasismi hefur ekki farið neitt en nú hefur verið gefið út leyfi og við skulum athuga það við Íslendingar að það er sameiginlegt átak stjórnvalda þennan síðastliðin vetur að hafa gefið út skotleyfi á fólk sem er öðru svo litin og þú veist, það hefur auðvitað alltaf verið undirliggjandi en þetta er auðvitað mjög svona ég myndi segja djart að því að þetta svona kannski það sem kannski þetta gerir er að þetta svona setur okkur sem þjóð í þá stöðu að við í raun og veru ráðum því núna hvort við ætlum að samþykja þetta eða ekki
hvað það sem við ætlum að samþykja. Hverjir eru það sem vilja hann úr landi og hverjir eru það sem vilja hann ekki úr landi og telja hann eigi heima hér. Ég segi, sko, almenningur á einu máli. Það kannski svona 1%, 2% almennings, þú ég að fullir það, sem vill ekki að Yazan eigi heim, að hann fari. Já, þetta náttúrulega barn með tengingar, orðið við barn, okkar samfélag. Hann með banvænan sjúkdóm sem gerir það verkum að hann mun ekki eiga langt líf fyrir höndum. Verðan fluttur úr landi getur það verið lífshættulegt og það þýðir að hann gæti dáið á leiðinni eða skömmu eftir að hann kemur á þann áfangastað sem Guðrún Hafsteinsdóttir og ríkisstjórn Íslands hefur ákveðið að hann fari. Það fær engin óvissan sem að hann og fjölskyldans og aðstandendur búa við að þau segja honum ekki einu sinni, segja þeim ekki einu sinni hvert þau ætla að senda hann. Ekki hvert, ekki hvenær. Það hefur verið farið fram á það, sko, að fullum þunga að hann sérstætt fái og stjórnvöld hafa gefið það út innan gæsalappa að læknir verði með í för. Það ekki læknir sem sérhæfður í þessum sjúkdómi eða taugasjúkdómum yfirleitt. Það bara einhver læknir sem hefur aldrei hitt hann fyrr. Þetta aukin heldur, sko, leikur grunur og þessi brota á barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna? Það leikur ekki grunur, það bara leikur bara fyrir. Það leikur ekki grunur að því. Það leikur fyrir að stjórnvöld hafa ákveðið að brjóta á lögbundnum barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og það verður bara að segja það algjörlega hátt og skýrt. Stjórnvöld brjóta hérna lög ítrekað. Það staðreynd málsins. Þau sýna að þau virða líf þessa barns einskis. Og einmitt, eins og þú nefnir áðan, að þá sérstætt var svona rof á þjónustu við hann í sumar, einmitt út af þessari óvissu allri. Enginn vissi hvort hann væri að fara eða ekki fara, þannig að það verður rof á læknistjónustu og honum hefur hrakað mjög mikið. Það voru bundnar vonir, það var fólk sem var að hlaupa til stuðningssonum núna bara síðastliðin á menninganótt. Og það voru bundnar mikla vonir við það fyrir bara 2 mánuðum síðan að hann geti verið með í því. Hann bara svo veikur að hann gæti ekki verið með. Og þetta það að fara svona illa með barn. Þú veist, almenningur verður að spyrja sig að því. Þú veist, fyrir utan það náttúrulega, þú veist, ef allir náttúrulega bara sko öskrandi fyllir í þarna inn á þingi það fólk sem hérna við völd bara öskrandi fyllir í þegar það að taka ákvarðanir sínar. Þá ertu að vísa til annars viðtals sem var tekið þetta rauða borð við Jódísi Skúladóttur. Nákvæmlega, sko sem bara, þú veist, skiluru eitthvað sem að bara, þú veist, þarf bara að taka fyrir. Sko, við verðum að einhvern veginn, þú veist, við verðum að átta okkur á því að, þú veist, sko, ætlum við að búa við þetta siðferði? Ætlum við að gera það? Ætlum við að kaupa þennan rasisma? Ætlum við að gera það? Ég spyr bara, sko. En almenningur, þú talaður áðan að fólk bara treysti sér ekki til þess að, að einhvern veginn bara ætlar að hafa daginn af að vera að skoða þennan veruleika, skilur, sem að okkur boðið upp á að bara og það ekki það ef ég hitt einhvern og ég get bara ekki að horta á þetta. Ég get skilið afstöðuna en þetta ekki í boði. Það gengur ekki að vegna þess að með því að skoða það ekki, með því að afneita raunveruleikanum, þá getur þú ekki verið að gera annað heldur en að styðja við áframhald á honum, sko. Status quo. Þú ætlar ekki að fylgjast með ekkert breytist. En stjórnvöld fara sínu fram og þau eru sannarlega hafa þau ekki setið auðum höndum, Guðrún Hafsteinsdóttir og félagar, sko, Bjarni Benediktsson, við að auka á ómenningu í þessu landi. Já. Og meðan gott fólk aðhefst ekki vex hinnu illa á smegin. Já, og við verðum, sko, við erum mjög fá í þessu landi og við getum,
þú veist, við getum sýnt hvað í okkur býr og það að, sko, ég spyr bara, hver ætlar að horfa upp á fatlað barn sem fárveikt, þú veist, flutt með sama hætti og Hussein sem var kastað inn í bíl úr hjólastólnum. Þessi sjúkdómur þess eðlis að sko hnjask eins og Hussein varð fyrir í flutningi lögreglumanna þegar hún var troðið inn í bíl þegar hann var sendur úr landi geti bara sko endað líf barnsins. Sko ég meina, þú veist, þetta þú veist, nú ögur stund hjá íslenskum almenningi og fyrir utan allt annað, sko. Þetta bara, þú veist, ég hvet fólk til þess að opna augun yfir þessari staðreynd, sko. Og ég meina, og þetta svona eins og það var frábær grein eftir hann Ævar vísindamann í bara blaðinu í morgun og þar eins og auðvitað maður skilur, þú veist, það ekki hægt fyrir venjulegt fólk að skilja, þú veist, hvernig getur þú skilið svona aðgerðir? Þú skilur ekki að einhver vilji brjóta barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. En hins vegar þessi tilfinning að skilja ekki, hún tefur þig. Þú verður að átta þig á að plattformið þetta. Þetta það sem liggur fyrir og við verðum að bregðast við því, sko, ekki með því að segja bara, hvernig getið þið gert þetta? Heldur að bregðast við því, að þjóðin segi hvað hún vill gera í þessu máli. Hún gerir það með því að mæta á fundi, það virkar ekki. Hvernig ætlum við að gera þetta? Hvernig ætlum við að koma þetta í skila við dauðadrykki fólk sem ræður lögum og lofum? Það kannski bara svona vert hugsunar, sko. Við förum þannig inn í nóttina. Þakka þér kærlega fyrir komuna, Magga-Stína. Takk fyrir mig. Nú, þátturinn verður þá ekki lengri hjá okkur í kvöld, svona eins og imbrað var á hér fyrir í þættinum, þá þakkum við ykkar góða stuðning, ekki síst fjárhagslegan stuðning og þreytumst ekki á að minna á það að þau ykkar sem að hafi kannski lengi hugsað að ykkur langi til þess að styðja stöðuna en hafið ekki komið í framkvæmd. Það hægt að fara inn á vefsíðuna samstöðin.is og finna þar napp sem heitir áskrift og gegn 2500 króna mánaðar framlagi hafið þið áhrif á það í rauninni hvort mögulega við höldum áfram að þrífast og lifa hér í þessum sparibauk sem samstöðin en takk fyrir að hlusta og horfa í kvöld, verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.